velkomin á Rauða borðinu. Við ætlum að fjallum hitt og þetta í kvöld. Í endan á þættinum þá kemur sumarliði R. Íslefsson, sagnfræðingur, til mín. Hann skrifaði mikla sögu Alþýðusambandsins og ég ætla að ræða við hann svona fréttir þessa vetrar sem hafa verið verkfallsátök mikið. Hvernig hreyfingin hefur það og hvernig samtök atvinnulífsins beita sér, hvort að þetta séu þetta fordómaleysi sem allir að tala eða hvort að þetta tala fordómaleysi sé kannski merki þess að fólk bara hefur vaknað til lífsins á tímum nýfrjálsíkjunnar þegar engin manninn að sögu og allt að gera þetta í fyrsta skipti. Ég reikna með því að sumarliði muni finna fordæmi fyrir flest af því sem að hefur gengið á núna í samtal okkar verkalýðsmál á þessum degi þegar komma sett aftan við kjaradeilu samtaka atvinnulífsins og Eflingar. Það verða femínískar fréttir eins og oftast á miðvikudögum. María Pétursdóttir ræðir þá femínískar fréttir við Söru Stef og Margréti Pétursdóttur. En áður en að því kemur að þá kemur til okkar hann Jóhann Páll Jóhannsson, þingmaður, og við ætlum að ræða saman svona stöðuna í efnahagsmálunum. Það mikil verðbólga og það kvartað yfir því, eða það bara augljóst að það aðferðir sem að hinga til að átt að kveða niður verðbólguna sem hækkun vaxta Seðlabankans hafi ekki gengið. Þannig að við ætlum að ræða þenn stöðuna. Við nú beinast sjónir fólks svolítið að ríkisstjórninni og ríkisfjármálunum. Það mikill halli á ríkissjóði og kannski lítið gert til þess að mæta lífskjarakrísunni sem að fylgir verðbólgunni þegar verðbólgan grefur undan kaupmætti almennings. En eins og annarlega þá byrjum við á fréttum dagsins og María komið með þær. Hvað? Já, kannski fyrsta svona frétt dagsins að ætla má að 440 manns hafi látist af COVID á síðasta ári. Já, RÚV var með þetta, bæði í fyrsta frétt í hljóðvarpi og sjónvarpi. Já, einmitt. Þetta eru áætlanir, sirkað út af því að það eru umframdauðsföll. Já, þannig að þau sjá náttúrulega í fyrra, tölvöld mikið, 200 umframdauðsföll. Einmitt. Þetta var náttúrulega búið að rekna út svona umframdauðsföll held ég, fyrir utan það að það var allt náttúrulega mikið betur skráð og haldið utanum allt, þannig að árið þar á undan vegna COVID. Þetta ekki bara uppgjör eftir árið sem að koma núna? Jú, þetta uppgjör eftir árið. Og maður getur náttúrulega hæmt og sagt, já, getur verið eitthvað annað, en þegar þetta borið saman að þá eru þessu umframdauðsföll koma á tímanum þar sem að voru svona hrínur dauðsfalla út af COVID. Snemma árinu 2022 og svo aftur vorið. Já, sko það samt, núna aftur að hækka. Það að sækja sér veðri núna COVID aftur, já. Það að aukast smitt og það að aukast dauðsfall? Já. Á þessu ári? Já. Og þú varst að skrifa frétt það á samstöðuna? Já. Þannig að þetta svolítið sláandi og þetta svolítið sláandi þessi frétt komið mitt í dag, á sama dag og bara heilsugæslan að kveðja og segja bara nú erum við hætt að testa. Fyrir COVID. Já. En nú hafa Íslendingar og Íslands stjórnvöld stætt sig af að hafa farið betur út úr COVID. Einmitt. Því að nú stundum verið að svona bera saman, reyna að finna út hvað við getum borðið okkur saman við, hvort við bera okkur saman við eyjur og eitthvað svona, og þannig að maður deilum það, hvort við höfum staðið okkur vel, eða maður tekur bara dauðsföllin. En merkir þetta að við höfum staðið okkur kannski helmingi verið en við heldum, eða merkir það að líklega vantalið bara í öllum öðrum löndum, eða eru við bara lélegri að telja dauðsföll? Ég held, sko við höfum náttúrulega eftir að kannski heyra síðasta árs tölur líka frá öðrum löndum. Þannig að við höfum og ég held að þetta hafi svolítið verið stemningin víðaran hjá okkur á þessum tíma að fara að draga úr öllum grímuskyldu og samkomum takmarkunum og eitthvað svona. Það í rauninni við sjáum að þetta svona bara eitthvað Kína og eitthvað svona sem heldur áfram
að vera harðir. Já, Eyjaálfa svona þráaðist við en gafst eiginlega upp á endanum, einmitt. Kosturinn sko við til þess Nýja-Sjáland var ekki endilega farið döðsföll. Nei. Heldur var bara eðlilegt líf. Já, þau gátu haldið úti bara, hagkerfið var ekki fyrir jafn miklum. Ekkert með að bara í það saman að það sem að þeir fengu út úr sinni hörðu stefnu var að geta að lifa eðlilegu lífi, að menna við vorum alltaf með samkomu takmarkanir og sem hefur bara haft varanlegar áhrif á sko félagslíf fólks sem er erfitt að ná bara leikhúsum öðru upp að því að fólk var aðeins þessu. Já, og svo ennþá líka það var nú frétt held í gær eða eitthvað svoleiðis það var ennþá fullt af fólki sem sjálfskipaðir í sóttkví. Þannig og þá var sagt í þeirri frétt að óþörfu. Já. En það kannski ekkert að óþörfu sko, meðan við þessa tölur sem að birtast í dag sko. Fólk kann að meta líka sína stöðu, fólk náttúrulega fólk sem veikt fyrir að verður náttúrulega að gæta sín. Já, einmitt. Það er voða sjálf sem að sér eitthvað með grímu nú orðið. Já, sko ég fór í hús daginn með grímu. Já. Af því að þá var ég eitthvað með hálsbólgu og var að hafa ágjörð að ég var kannski bara með COVID í 3. skipti eða streptokokka eða eitthvað og ég ákvað að setja grímu og það kemur einhver ég dingla og vill svo bjöllu og það kemur einhver kona til dyra og hún var rosalega reið að vera með grímu. Af hverju ertu með grímu? Og ég segi bara að því að ég með hálsbólgu og hún bara það enginn með grímu lengur, hún var rosalega fói. Fólk tekur því eins og að þú sett eitthvað að halda þig fram að hún sé óhrinn. Að þú þurfa að verja þig út af henni. Eða sko mér fannst hún hreinlega bara svona líta á mig eins og ég geti verið innbrottsþjófur eða eitthvað. Svona, kannski líka því ég dingla og vill svo bjöllu og eitthvað og svo bara eitthvað svona. Súperhittin verður líka svolítið með grímur. Já, sumar. Það eitthvað reyðilegt hérna megin. Já, einmitt. Það rétt. Og sér munnin á Batman. Og sér munnin á hann. Ekki augunum. Ég veit ekki ef ég reyna bara að fjalla þetta eitthvað svona. Jú, þetta það var umræða og ólík sjónarmið COVID sem náttúrulega eðlilegt. Einmitt. Og sumir töldu að þetta væri svona kúgunarafl ríkisvaldsins að þröngu okkur í því að leggja af frelsi okkar. En svo eru aðrir sem voru að tala það að til þessu opnunin svona eftir að ríkisstjórnin endurnýjaði stjórnarsáttmálann, það var eiginlega það leyti að Willum fór yfir í þetta breytist og svolítið á þeim tíma. Það var bara ákveðið að þú veist bara stemmingin fyrir svona takmarkunum, hann bara búinn í samfélaginu. Það þýðir ekkert að hafa takmarkanir. Fólk fer ekki eftir þeim og það bara, við töpum á því að vera með það og þá bara opnuðu þetta. Og það kostaði, ég segi ekki þessar ákvarðanir, en það kostar þessi mannslíf. Eða COVID svo grimmt að það eru hátt í 400 manns sem að dóu. Já, rúmlega, það tala líklega 440. En það einmitt, en þetta samt sko, ég held að svo spurning hvað eða hver ræður eða hvernig til dæmis þessum grímuskyldu að ég var út í Þýskalandi í sumar og haust og þar var grímuskylda í öllum lestum og öllum samgöngustrætóum og öllu og það var enginn að fætta fengur út í það. Það eru náttúrulega mjög hlýðnir. Ef maður er alltaf lappi yfir á rauðu ljós í Þýskalandi þá er alltaf einhver sem grípur í hendina á manni og stoppa mann sko. Já, ég fór til Feneyja líka og þar var sko í bátunum grímuskylda og það var eitt skipti einn maður sem neitaði að vera með grímu. Þá kom bara skipstjórinn, alveg svona 2 metra maður á endanum og bara heyrðu góði, bara út með þig og hann var bara hent frá borði. Þannig að ég var í Portugal held ég í sumar, ég held ég að vera í Portugal í sumar. Það rennur saman, ég var í sumar í hitabylgjunni. Þar var grímuskylda í leigubílum og því. Og svona. En ég hitt einmitt líka, hérna í vetur, konu frá Þýskalandi sem sagðist vera nota alltaf grímu í búðum og svona og hún sagðist vera litin þvílíku hotna á Íslandi. Það er fólk að tala þetta. Þannig að ég held að Íslandingar séu líka alveg ekstrím sko, einhvern veginn með þetta. Fólk móðgist ef ég er með grímu að ég vil ekki smita þig eða ef að þú ert með eitthvað undirliggjandi og vilt ekki smita en þá bara fyrir fólk eitthvað að móðgast
alveg förðulegt. Kannski við erum svolítið í því að það eru allir að vera í sama liðinu. Já, það eru allir að vera eins. Þólum ítla margbreytilegan, ég veit ekki. Nei. Herðu, en við skulum finna, ef við treystum okkur við að gott þessi nú stort borð, því að það var svo mikill hiti í svona COVID-umræðinni, að ef að fólk komið hérna að saka hvort annað að hafa staði fyrir, hefði við geta bjargað ykkur og svoleiðis, við veit ekki hvort við þorum að vera hérna við borðið. Já, það var nú held ég aðalega kannski svona bólusetningafólki með að móti bólusetningum. Það var mikill heiti því. Það var rosa heiti því. Líka í sambandi við, mannst ekki að vera fólk sem stemdi ríkinu fyrir að það veri svift frelsi með að vera sett inn á Fosshótel. Já, einmitt, jú, alveg rétt. Það er rétt, já, ég er búin að glemma því. Já, einmitt, já. En við rauðaborðið áverða þannig að við ráðum við að, þetta er challenge, við erum að fá umræðum COVID í næstu viku. Já. Okay. Frábært. Hvað Herðu, þetta var dauðinn? Já, næsti miðlunatillaga Ástaráðs. Já. Það er þau eru bæði alveg hundóanægð. Já, ekki alveg. Já, svona. Það fær engin sitt, sko. Nei, það er engin vinner hana. Náttúrulega, ég veit ekki hvað Efling fær út úr verkvallunum. Þeir hópa sem fór í verkvall, fá eitthvað. Þau fá eitthvað, já. Það er herbyggisþernun að fara upp einn launaflokk. Já. Ef að aðtúa hvað það er mikið. Það er 70 launaflokkur. Það gerist eftir 1 ár, þannig þetta eru 2.500 krónur á mánuði. Já, það er svo lítill munur það var ekki meira. Já, þeir fá það. Bílstjórarnir, þeir fengu einni fréttinu var sagt að vera 28% hækkun á einhverjum tilteknum bónuskrislum. Já. Þannig að þeir fengu eitthvað. Það er á tíman sem að ég held að það veri eitthvað 125 krónur tíman sem að bættist við. Já. Þeir sem að keyra hættuleg efni. Já, þannig að allir hópanir sem fóru í verkvall fengu eitthvað og svo fá allir hinir bara það sama á SGS. Já. Og hann fór ekki í því að breyta þarna, manstu við tölum oft það, að til þess að það er sami kostnaði fyrir fyrirtækin hérna fyrir sunnan og almennt út á landi, að þá ætti að koma meiri hækkun fyrr, vegna þess að það veri með yngri aldurs reynslu fólki í Eflingu. En hann fór ekki út í það. Nei. En hann beið eftir því að var ýmislegir svona hluti kláraðir, að fólkið að þau kæmi sér saman það hvernig þetta ganga frá ákveðnum hlutum og til þess að fylgdi því bara strax samningu við Samskip hækkun á hafnaverkafólki og bílstjórunum þetta líka. Þannig að þetta Ástráður virðist að gera þetta allt öðruvísi heldur en Aðalsteinn. Já, hann virðist bara gert þetta þokkalega vel, sko. Ástráð? Já, hann virðist það bara verið að vinna vinnuna, sko. Já. Þannig að það er mikil munur á þessu. Já, mjög mikil munur. Og svo hefur líka verið umræðum það, þú veist, að þetta gangi ekki, að sáttasemjari verða að hafa meiri völd og eitthvað flera, en er ekki Ástráður að sína það að þetta gengur bara? Þess þarf ekki, þú þarf bara að vinna vinnuna. Það er eiginlega bara þannig. SA var hins vegar ósátt við það, eins og við nefndum hérna í gær, þess var í vandamáli var að það er svona lína frá SA að þeir sem fara í verkvall, að þeir fá ekki afturvirkni. Og þá takk ekki samningu við það samningi. En núna í miðlunatillögunni þá er afturvirkni, núna er komin náttúrulega 1. mars, þannig að það er til febrúar, janúar, desember, nóvember, það er 4 mánuður sem að getur munað svona kannski 200.000 krónum. En SA hefur, eins og við sögðum hérna í gær, að þá var þetta sem stóð mest í því og tafði mest að fá SA til að kynkja þessu. Samþykja afturvirknina. Og það var ekkert að því að við vissum það er bara svona gískuðum á það af því að þetta eru hæðstu upphæðnar í tengdum þetta og svona særðast að stoltið að fallast á að vera lögð frá málamiluna til að þannig að Eflingafólk fái 4 mánaða afturvirkni þó svo að það hefur farið í verkvall. Ég veit ekki. Efling sendi frá sér skýrslu til sinna félagsmanna þar sem töldu upp ýmislegt. Þar kemur fram að verkvall er ekki bara til þess að sækja krónur og aura, heldur er það líka tæki til þess að byggja upp félög. Og sína samstöðu. Sólveig Anna hefur sagt þetta í viðtölum að þessi margra ára að vinna að endurvekja þetta félag upp úr þyrnirósasvefni sínum. Og þau eru kannski búin að vera að klippa þyrnirunnan
Ég veit ekki hvort þú viljið til að vera fólkið á skrifstofunni sem þyrnir unnin. En svo þeir að vekja upp félagsmennina. Og eins og komið fram í fréttum og stærri samningarnefndarinn og fleiri, þá held ég að, og líka fundunum í Iðnó og Hörpu og það var stemming í kringum Eflingu. Já, það það, sko. Miklu meira heldur en flest verkefnisfélög. Já. Maður sér mér að Eflingastarfsmenn sem ekkit andla í verkföllum vera bara að ganga stoltir í Eflingajökkunum. Já. Það svolítið skemmtilegt. En það kom ein frétt sem að fór nú ekki víða. Ég var falin einhvers staðar inn í fréttatímum að það átti að vera samningafundur við opinbera starfsmenn. BSRB, BHM og Kennarsambandið. Og hugmyndin svo að ná þeim öllum saman í eitthvað svona ramma starfsgreinasambandsins. Og það átti að vera fundur í dag kl. 2, en ríkið mætti ekki. En það mun hafa verið boðaður nýr fundur á morgun. Þannig að það mun halda áfram. Ég skrifaði inn á samstöðuna að því að nú svona í tilefni þess að starfsgreinasamband samningurinn verður miðlunartillagan og verður öllu líkjum samþykkt. Og það líka ramminn sem hefur verið að berja opinberu félögin inn í. Og þá var ég að berað saman hvað hefði gerst síðan að samningarnir voru gerðir. Að því að núna til dæmis í þessari viku, þú tekja eftir því að sérst eiginlega að svona breytt efnaðsumhverfi. Nú verður bara fólk að horfast í augu við það að þetta ekki eitthvað tímabundið, þetta ekki að fara. Þau eru bara inn í allt öðru umhverfi heldur leit út fyrir haust. Og það ein leið til þess að bera saman verðbólgu, getur alltaf gert eins og oftast gert núna, sem að skoða verðbólgu síðustu 12 mánuði, sem ekkert snjallt, Því að það það getur verið að hafa verið eitthvað kúfur bara páskana og hann hækkar þetta alltaf á leiðinni en önnur leið að skoða verðbólguhraðan í hverju mánuði. En ég ákvað að fara svona bílbeggja og taka verðbólguhraðan á ársgrundvelli síðustu 3 mánuði. Og þegar það var verið að semja í Karphúsinu starfsgreinasambandssamningin, þá var þess svona 4% verðbólga með við þennan mælikvarða. Þannig að það leit út fyrir að það hefði bara komið verðbólgu og kúfur þarna sumarið og nú var eiginlega farin. Svo bara myndi leysast úr þessu. Og það hefði farið upp í 14 yfir sumarið, datt niður í 4%, þá geraði samningin, nú er þetta komið yfir 12%. Þannig að þetta er bara allt annað. Gengið, ég var með Evró var í 143, hún er í 152 núna. Ef maður myndi þýða það bara yfir í dýrari innflutning og innflutningur er svona 40% af neysluvísitölunni. Eða ef að króna fellur 10%, þá þýðir það 4% kjara yfirleitt. Þá er það hátt í 3%. Sem er komið þar. Og svo vextirnir að þegar var verið að semja, þegar var sest til samninga, þá voru vextirnir 5,75 svo hækkuður þarna, þá fór Ragnar Þór og Vaffer út úr samflotinu við starfsgreinasambandinu, vildi ekki koma aftur. Starfsgreinasambandinu gerði samning hvort að vextirnir verið komnir í 6, svo í febrúar voru hækkar upp í 6,5 og núna er alveg ljóst að þið fara í 7,5 eða svo leiðis. Þannig að vextirnir hafa rókið upp, verðbólgan hefur rókið upp, gengið hefur fallið og síðan er annað sem að kemur, sem ég var að benda á, að við þekkjum þessar endalsu fréttir af góðum uppgjörum fyrirtækjana á síðustu ári og Hagstofan var með í gær þarna eins og við nefndum í gær að það var 3,7% aukin hagvöxtur í fyrra á mann. Og það sem hann Konráð hagráðunautur Samtök atvinnulífsins lagði til grundvallar skammtímasamningunum. Þetta hét eitthvað brú til lengri samninga seinna. Þar var verið að tala framleiðni að það hefði dregist saman og þeir tóku ekki árið í fyrra. Það kemur hann að 3,5% hagvöxtur á mann og svona ef þú verður að meta samninga úr hárri fjarlægð þá verður að vera að bæta verðbólguna og hún er núna síðustu 12 mánuðina 10,6% og framleiðniaukning upp á 3,7%. Þannig að þú ert komin yfir 14% sem að launin þyrfti að hækka til að halda í við og þá eru bara talið inn á einu ári en samningarnir til 15 ára þannig að raunverulega til þess að hlutur launafólksins væri það sama og það var áður en var gert til samningana þá ætti að stefna á 80% launahækkun.
Býtu, hvaða samningar eru til 15 ára? Já. 15 mánaða. Nei, ég ætlaði líka að segja 15 ára. Nei, sjómenn gerir þetta 10 ára. Já, ég var nefnilega með þess að betur að tala sjómennina núna. Og það reyndar að þú nefnir það, þá mikil skjálfti sko. Já, mér finnst það er óttið að hjá fórustuna að þau verið feldir. Já, einmitt. Þessi 10 ára samningar. Já, mér finnst það ekkit óleiklegt sko, með stöðuna í dag. Ég veit ekki að kjör sjómann svolítið ólík svona öðru leinu. Já, reyndar. Það sem ég var að draga fram og ef fólk er áhuga þá getur að fara inn á samstöð.is og séð þetta að það er náttúrulega það sem er svolítið kostulegt og nú er þetta þessi samningar sem að þóttu góði samningar með að við erum 5,6% verðbólgu þessu ári og að það væri bara engin framleiðnaukning. Nú eru þetta grundvallar sko þessar milljónatillögu og opinberir starfsmenn að fara að semja á þessu nótum þar sem allar sko forsetur eru brostnar í rauninni. Ragnar Þór segir þetta. Forsetur samningar brostnar. Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður VFM segir þetta er bara brostið. En samt er haldið áfram. Já, ég menna samt er þessi milljónatillögu í gangi og samt á að fara að kjósa skilur við þannig opinberir starfsmenn að semja og þú veist þannig að þetta er mjög undarlegt umhverfi allt. En það er svolítið svona eins og líka stemning svona eins og nú séum við bara dottin í þennan verðbólgu pitt og það er enginn að leggja til aðgerðir. Þú veist, ríkið er ekki að leggja til neina sérstakar aðgerðir. Bjarni segist ætla í næstu fjármálaáætlun þá ætlar hann að kynna aukið aðhald með ríkisstofnunum svo það sé ekki að keyra fram úr og sérstaklega heilbrigðisstofnunum. Já, en hvað ætlar hann að gera fyrir almenning? Hann reyndar í kvöldfréttunum í gær þá talaði hann að í þessari stöðu þá veri mikilvægt að verja sko þá sem er að standa veikast fyrir. Já, hann sagði það. Hann sagði það. Hvort hann var að vísa til þess að það voru náttúrulega bara hleypt í gegn sko í sambandi við skattana, það var bara persónuafsláttur hækkaður í taktu verðlag og það var aðeins hækkaður húsaleigubætur og það fyrst og fremst til þess að lækna hvað verðbólgan hafi getað niður aðeins rúmlega. Þannig að það er kannski ekki Ég veit ekki hvort það var að vísa til þess sem að búa ekki eða hvort það var að búa það eru gert meira. Svo gerðu ákveðna hlutu mitt ári fyrra. Hækkuðu húsnæðisbætur og barnabætur. Þannig að það gæti verið að þeir verið að tala sig inn á það að það yrði að koma með einhver aðgerðir. Gera þetta aftur. Það allavega væri óskandi. Já, Katrín er svona að því að hún var spurð út í það sem að Bjarni var að segja þá var hún að segja að þetta aðhald væri ekki niðurskurður. Nei. Hver er munurinn? Á aðhaldi og niðurskurði? Nei, ég meina það er verðbólga og þú ert að reka Landspítalann og það kosti bara 100 milljarða. Svo er 10% verðbólga og það er öll aðföng og laun og eitthvað svona 10 milljörðum meira. Þannig að þú keyrir 10 milljarða fram úr áætlun. Ég meina, er Bjarni að leggja það til að heilbrigðiskerfið, skólakerfið og öll grunnkerfið samfélagsins mun ekki vaksa í takt við hækkun verðlags? Ég veit ekki. Nei, en hún segir að það sé ekki niðurskurður. Nei, aðhald. Já, ég meina það er bara fínna orð, það er ekki. Ég veit ekki. Það er ekki bara fínna orð. Það er eitt sem það gerast þetta, þeir sitja á sko 5% já, ég veit ekki að kalla þetta. 5% aðhald. Það segir svo þetta reyka eitthvað, það segir Landspítalann. Segjum að kostu 100 milljarða, þá verður 5%, þú þarft að spara 5% ári. Það er til í sko þessum fjármálapælingum öllum og bara fyrirtækjarekstri og ríkisrekstri og öllu það til alls konar svona fáránlega heiti sko. Eins og svona eitthvað svona áhættubók og eitthvað svona eða eitthvað svona skilur þar sem að einhver svona fögur heiti yfir eitthvað sem er ógæslegt yfir eitthvað svona sem er bara algjört rugl sko eða er frekar ekkit er ekkit mjög næs það er að reikna hérna eitt fyrir þig sérstaklega ef að því að það er oft svona 5% 5% þú verður að skera niður 5% ári og svo heldur það bara alltaf áfram og það er líka næsta ári og að öllu óbreyttu að þá hefur Bjarni Ben, hann er búin að vera 10 ár fjármálaráðherra, ef hann myndi halda þessar reglu gangandi, þá er hann búin að leggja þá kröfu á Landspítalann að hann sé búin að skera sig niður 40% 10 árum ef það er alltaf sama reglan og það skera niður 5% þá náttúrulega líkar það skera meira og meira 5% ég veit það skerði inn að beini já, akkurat
En Katrín var líka eitthvað, hún var ósátt við launahækkanir forstjóra. Já, Við erum stundum verið að tala það hvernig hún talar, hún svona ósátt þetta. Hún þungar áhyggjur á þessu. Hún þungar áhyggjur og ósátt og eitthvað svona, en það er ekkit meira en það kannski. Engar aðgerðir. Einmitt. Svo var Þorgerður Katrín var að ganga svolítið á sin gamla flokksbróður Bjarnar Benediktsson í þinginu. Og var að segja hvað planið. Og var svolítið að hæðast að honum að ætla að koma með eitthvað planið þegar fjármála áætlun verður kynnt. Þá segir hún eitthvað svona, ég meina, þetta er búin að vera 10 ár hann í ráðuneytinu, hvað planið? Akkur þurfa að vera að bíða eftir eitthvað fjármála áætlun. Það er ekkert í þessu sem að kemur neinum óvart. Nei, ég held ekki. Sá sem að segir að verðbólgan hafi komið mér algjörlega óvart, getur ekki verið alveg að segja satt, sko. Nei. Þú getur verið vonbrigðum, það vonast eftir ykkur meira. Já. Það kom í ljós að það sem ég vonaði voru bara falsvonir og nú er ég bara að horfast í augu raunveruleika, þú getur sagt eitthvað svoleiðis. En þú getur ekki sagt eitthvað að verðbólgan hafi alltaf komið í hnakkan að þér. Nei, þú getur það ekki. Ég held ekki. Við erum með eitthvað meira eða hvað? Það er 1 af hverjum 4. Við ætlum að halda áfram að tala um frétti dagsins hérna við hann Jóhann Pál hérna rétt eftir. Já, 1 af hverjum 4 Íslendingum er á geðlyfjum. Og er það heimsmet eða? Nei, það er alltaf að aukast geðlyfjanotkun okkar og það er svona hraðar aukning hjá okkur heldur en hjá hinum Norðurlöndunum. Við erum náttúrulega langt yfir þeim og við erum alltaf verið. Já. Sömurinn erum við með svona amerískt heilbrigðiskerfi. Já, við erum bara stoltið amerísk að mörgu leiti held ég. En enda vorum við náttúrulega bara hérna. Ópíóðalyfin eru við erum bara nála þeim, í notkun á þeim. Einmitt. Þannig að þegar ég er út í umferðinni að þá er 4. hver bílstjóri á geðlyfjum. Já. Og er ég þá í hættu eða? Nei, það myndi ég nú ekki. Er það betra heldur en það var ekki geðlyfjum? Kannski, ég veit það ekki, nei, ég held að sé ekkit hvorki betra en að verra endilega, ég held að margir er alveg heim á geðlyfjum en svo er spurning sko hvort að sko 1 af hverjum 4 ætti endilega að vera á geðlyfjum, hvort að það sé ekki eitthvað óheilbrigt samfélag. Já. Það var nú átt að vera tilraun að stofna geðheilsuteymi á heilsugæslunum og það var nú frekk. Þetta með sálfræðingarna sem var Bjarni fjármagnaði ekki? Já, og svo var það eru held í 3 starfrækt 3 geðheilsuteymi og það eru svona 300 manns að sækjum á ári í hvert þeirra og þau eru alveg gjörsamlega sprungin. Þú færðum ekki tíma bara á heilsugæslunum? Nei. Já, lækninum. Ég veit það, ekki einu sinni og ég meina heilsugæslunum minni eru held ég bara hver af fætur öðrum sálfræðingarnir búin að segja upp sko. Út af? Bara einhverju vinnuálagi yfirlega. Þannig að þetta er svona. En varðandi með geðlyfjanotkunina, þetta er svona dæmumál sem er erfitt að ræðum. Já. Kannski eru allir sammála því að 25% af þjóðinni, það meikar ekki sens að hún sé á geðlyfjum. Kannski einhver innflýtandi geðlyfja eða einhver svona sem að geti haldið öðru fram. En svo þegar hún nefnir þetta að þá segir fólk, býtu hvað áttu við að ég ekki að vera geðlyfjum? Þannig að það dettur alltaf á milli þess að sé að tala fjöldan eða einstaklingana. Þetta er náttúrulega verið frækt í allri umræðu ADHD notkun á örvandi lyfjum gegn ADHD. Þá dettur alltaf í svona. Við höfum aldrei tekist að ræða þetta mál á Íslandi. Það eru 73% íbúa á hjúkrunarheimilum á geðlyfjum. Já, það er búið að skilgreina öldrun sem sjúkdóm. Já. Er hún það? Það náttúrulega byrjar allt svona hrörna en þannig að öldrun er ekki kannski sjúkdómur en þú byrjar líkaminn byrjar að hrörna og fara meðal kannski flutningu bóðefna. Ef þú trúir bóðefnakeringunni sem að við höfum verið að fjalla við fólk hér að sé fallin kenning hefur verið afsvunast. Bóðefnakenningin. Allir þessar grunnkenningar sem að byggja sem að lyfjafyrirtækin það var markaðsett SRRI-lyfin og allt þetta að það eru ágætis rannsóknir sem sína fram á það að grunnurinn á baku þessu er bara rangur. Já. Og þá segir fólki að það má vel vera. Er það þá pælingin að hormón og annað spili meira? Þá segja sumir það má vel vera en þetta virkar segja sumir. Já. En þú veist... En þetta með bóðefnin, þú kemur eiginlega 3-4 árum og seint með þetta. Þetta er alveg... Það talar engin bóðefni. Það talar engin bóðefni. Hvað talar fólk þá hormón og svona? Þá er verið að tala að þú bara notar þau tæki sem hægt er til þess aðstofa sjúklingin meðal annars þessi og þá þarf þetta ekki að sanna þau að þau virki. En þá þú veist
Ég held að við þurfum að ræða þetta við rauðaborðið, við þurfum að búa til einhverjum umræðum. Ég var með einhverja í haust, við getum rætt til dæmis við fráfarandi formann Geðhjálpar. Já, einmitt. Ég held að við þurfum að taka umræðum geðlyf hér við rauðaborðið. Og bóðefnin. Við getum líka pröfað bara að tala saman og verið með svona skann á okkur. Svona bóðefna. Það var þetta fylgjast þess að þegar ég sagði þetta áðan, þá var þetta að sjá hvað gerist. Kæmi svona rauði flekkir í heilan á þér. Það væri góður skemmti þáttur, held ég. Þetta er búið í dag. Búið í dag. Við höldum áfram að tala um fréttir dagsins, en við ætlum að tala þær við Jóhann Pál Jóhannsson, þingmann Samfylkingarinnar eftir augnablik. Efnahagsmálin eru eiginlega mál þessara viku eftir að neysluvíslan kom á mánudaginn. Þá var eiginlega ljóst að svo stefna sem hafði verið rekin hér og okkur var sagt að þetta kveðinu verðbólguna, hún bara virkar ekki. Og Jóhann Páll Jóhannsson, þingmaður Samfylkingarinnar, hingað kominn. Þetta er svolítið svoleiðis að þetta er svona vikan þessum að stjórnvöld verða bara skipt um stefnu. Já, svartur mánudagur sem þetta var kynnt. 10,2% og þetta eru svona aðalega þessar daglegu neyslu vörur og nauðsynja vörur sem þetta er bara út allt núna. Og og miðað við bara þessa forréttinda stöðu sem Ísland nýtur til dæmis í orkumálum miðað við Evrópulöndin sem að glíma við mjög hækkandi orkukostnað og húshitunarkostnað, þá er Ísland í eiginlega alveg glataðri stöðu þegar kemur að verðbólgu ef við skoðum þetta í alþjóðlegum samanburði. Alveg ævintýralega mikla verðbólgu, hún er að aukast hér meðan hún er að dragast saman. Nema það komu vondatölur frá Spáni og Þýskalandi í gær, þannig að kannski er eitthvað gangað tilbaka í Evrópu. Það var líka, ég ætla að skjóta inn að því að það hafði oft verið þannig að því að hér er mæld fasteignabólan inni, þannig hún er ekki vandamál lengur. Nei, ég meina, húsnæðisliðurinn hann kemur frekar til lækkunar, þannig að það er ekki vandamál lengur, þetta er á miklu breiðari grunni og þetta til marksum að ríkisstjórnin hefur sofið á verðinum. Við í Samfylkingunni hefum hljómað svolítið eins og biluð plata núna í 1,5 ár eða svo, verið að tala mikið fyrir auknu aðhaldi í ríkisfjármálum og það er ekkert skemmtilegu boðskapur eða til þess fallin að afla fylgis, en við höfum þá talað fyrir því að það verði ráðist í ákveðnar aðgerðir á tekjuhliðinni. Fyrst við gatið með nýjum tekjum og nýjum sköttum. Einmitt, til þess að draga úr þessu misræmi tekna og gjalda. Í fyrsta lagi að fjármagnstekjuskattur verði hækkaður. Í öðru lagi að bankaskattslækkunin verði afturkölluð. Í þriðja lagi sem átt að skila okkur betri kjörum í bönkunum, ekki? Jú, og ekkert bendi til þess að hún hefði gert það. Og enginn sem heldur í framröðuna? Nei, raunin ekki. Þetta mjög erfitt að sjá að þessi bankaskattslækkun hafi skilað neytendum einhverjum
ábata. Hækkaði arðgreiðslur út bönkunum, kannski? Jú, það var bara það og það er náttúrulega bara gríðarlegur hagnaður og arðgreiðslur sko. Þannig að þetta er svona skattur sem leggst aðalega á svona fákeppnisrentu sko. Þannig að það sé algjörlega innboðið að afturkalla. Gatið er svo stórt. Já. Þetta tvennt dugar ekki til. Voru að taka til meira. Nei, svo eru það auðvitað auðlindagjöldin. Við sjáum að auðlindarentan, hún hefur verið svona meðaltali 45 miljardar á hverju ári síðustu 10 árin og auðvitað verður að skila stærri hlutdeild af henni í ríkissjóð. Já, meðan Indriða Þorláksson hérna daginn, hann sagði að almenningur þetta stefnaði að taka alla auðlindarentura. Já, það var ekki úr vegi. Sá sem hann var að reka útgerð, hann bara að reka hana eins og hvert annað fyrirtæki. Auðlindarentana almenningur ætti hana og ætti að fá hana. Já, bara eins og, já. Hann gæti ráðstafinni með öðrum hætti sem við búið að gert við hitaveituna, hann gæti kannski ákveða 10% færi í strandveiðar eða whatever. Þá þarf ekki alltaf að vera sko peningar. Nei. Hann sagði þetta. Við eigum auðlindirnar og við höfum taka alla rentuna. Já, svo er bara spurning með útfærsluna sko, hvernig er best að gera það. Ein leið til dæmis núna, bara mjög einföld leið til að sækja meira af rentinu væri að þrepa skipta veiðigjaldinu, leggja svona stærðarálag á stóru útgerðirnar. Þannig að sko þessar svona tekjuöflunar aðgerðir sem við höfum verið að tala fyrir, ég glemd að nefna svona sjálfstæðan atvinnurekstur sko að skattleggja það meira eins og er gert á hinum Norðurlöndunum sko í staðin fyrir að vera með þetta reiknaða endurgjald. Það er að horfa í gegnum EHF-in. Já, að sækja þar. Það lítið á þau eins og sé ekki til. Já, akkurat. Ég meina á hinum Norðurlöndunum er bara áætlaður sko ákveðin eignastofn og svo viðbúin ávöxtun og svo restin skattlögð sem launatekjur. Það er mikill peningur. Það er mikill peningur sko og liggur fyrir mjög fín skýrsla frá hagdeild ASÍ þetta. Þannig að sko bara þetta sem ég er búin að nefna þetta eru alvöru peningar sko. Þetta er þetta slagar hátt í 1% af vergri landsframleiðslu sko og það er alveg þá hert aðhaldsstig sem munar í glímu við verðbólgu. Þetta er eitthvað sem við verðum að ræða. Við tökum sko hallinn á ríkissjóði, hann veldur verðbólgu. Það er ekki deilt. Að hægrið og vinstri er saman það. Sigurður Andersen, hún vill loka þessu gati, en hún vill loka því með því að skera niður opinbera þjónustu. Sem að þá erum að tala um svona eitthvað sem er svona 100 milljarða, við erum að tala um eitthvað svona stykki. Já, en sko en þið er að leggja til. En gatið lokast samt sko, við verðum samt líka að passa okkur sko, ef til dæmis við ætluðum að loka þessu gati á augabræði núna, þá væri það rosalegu skellur bara fyrir hagkerfið sko. Þannig að það myndi ekki borga sig heldur sko. Við viljum loka þessu yfir ákveðin tíma og meðal annars með auknum hagvexti sko og tekjur sem koma sjálfkrafa sko og þannig að sko En Bjarni, hann talar núna, segir ég hef grunum að sko tekjur ríkisins segja eftir að aukast og það er ekki að gruna það er verðbólga í gangi, þannig að hann mun frá verðbólgufróða og svo 10% tekjuaukningu það sem hann ætlar að gera og hann ætlar að halda útgjaldahliðinni niðri, þannig að hún fá ekki verðbætur þannig að það verður bara erfiðar að reka Landspítalann og það verður erfiðar að reka allt saman hann ætlar að loka gatinu svona. Já, Katrín segir annað hún bara vill ekki kalla þetta niðurskurð. Nei, bara aðhald sko, en hún hefur nú talað um það í þinginu að hún sé kannski opin fyrir einhverju aukinni tekjuöflun, en ég held að vandamáli sé svolítið að bara við erum með flokka sem geta ekkert komið sér saman það hvernig eigi að reka ríkissjóð og úr verður bara þessi hroði við erum með núna í þeirri stöðu að við erum með blúsandi hagvöxt, hátt atvinnustig, framleiðslu, spennu og samt er ríkissjóður rekin með 120 milljarða halla. Það voru lögð fram fjárlög kynnt sem fjárlög sem ætti að sporna gegn þenslu og ég veit ekki hvað aðhald sem fjárlög 90 milljarða halli þar sko og svo var hann keyrður upp í 120 milljarða með að fara í útgjaldaaukningu án þess að ráðast í neina tekjuöflun til þess að vega á móti þensluáhrifunum sko. Og það er næstu því glæpsamlegt að reka ríkissjóð með svona miklum halla í góðari, í verðbólgu. Það er bara í öllum reglum að þá áttu ekki gera þetta. Þú bara magnar upp verðbólguna og þú býr til stórkostlegan vanda. Þú ert að missa tök á ríkisfjármálum. Og það þýðir auðvitað að Seðlabankinn
er nánast látin einn að berja á verðbólgunni og gerir það með vaxtahækkunum sem virka ekki. Já, það náttúrulega, og það gildir þetta allt saman sko, þetta virkar ekki fyrir en eftir ákveðin tíma. Núna Seðlabanki búin að hækka vexti 11 sinnum, hvenær byrjaði hann á því? Sko, áhrifin af þessu kom ekki almennilega fram og það sama gildur ríkisfjármálum fyrir hann kannski eftir 8-9 mánuði sko. Og það svolítið fyndið að heyra einmitt Bjarna tala að hann ætla að bregðast við þessu í fjármálaáætlun. Næsta fjármálaáætlun sem Bjarni Benediktsson leggur fram, hún mun taka til næsta árs og svo næstu 4 ára þar á eftir sko. Það getur vel verið að verðbólgan verði bara, og hún verður nú örugglega komin aðeins niður á þeim tíma sko. Við skulum vona það. En af hverju séu örugglega? Já, kannski dreif tilbaka orðið örugglega en vonandi menna ég. En þetta svolítið skrautlegt sko, ætla að taka á verðbólgu sem að býta svona rosalega fast núna, ætla ekki að gera það fyrir en með sko fjármálaáætlun sem tekur ekki einu svona til ársins í ár. Þannig að þetta það er náttúrulega sko fáar aðgerðir sem eru þannig að það bara geta einhvern veginn töfrað niður verðbólgu strax. Ég heyrði einhvern veginn að tala fyrir lækkun á matarskatti? Já, mér líst ekki á það. Mér finnst það ekki góð hugmynd sko. Ég held að Ólafur Margeirsson hafi haft þetta á listanum sínum. Já, Píratar voru að tala fyrir þessu sko. Ég held að dæmin sanna bara að það er ekkert sjálfgefið að fyrirtæki skili neytendum þessu strax sko. Það er erfitt að gera þetta þegar þetta með Samkeppniseftirlitið hefur sýnt fram á að sko álagningin að aukast í matvöruverslun. Það var mjög erfitt að lækka sko matarskatt. Já. Því að líklega fá bara hagarðar og festi. Eða allavega svona í triðjaði. Já. Og náttúrulega með þessu væri bara ríkið að gefa eftir tekjur sko. Við megum ekkert við því. Það er bara kerfisbundin halli sko. Það er bara misræmi milli tekna og gjalda meðal annars vegna ósjálfbæra það er engin einföld leið og engin sem að virkar strax. Það er engin einföld leið. Ég meina ríkisstjórnin bara svaf á verðinum. Við setjum svolítið í þessari súpu núna. Þau hefðu átt að gera það sem ég var að tala í síðasta lagi fyrir sko Já, í síðasta lagi fyrir núna samþykkt fjárlaga fyrir árið 2022. Já, það hefði átt að gera það helst þá og þau hefðu líka átt að hlusta á okkur þegar við vöruðum við því að framlengja allir vinna átakið og fleira sko. Þau hafa bara ekki umgengist ríkisfjármálin nógu vel og við setjum Myndur þú segja að þetta verið heimatilbúin verðbólga? Að þú varst að taka dæmi af því að það sem að Evrópa er að glíma við er hækkun orkuverðs sem ekki er þetta að skamma pólverina fyrir en það sem við erum að fást við hérna er meira að minna bara heimatilbúin vandi. Það verður leyti, já. Hagstjórnar mistök, þetta tengist auðvitað húsnæðismarkaðunum, tengist í auðvitað meðal annars hvernig vextir voru keyrðir svakalega niður í COVID, meðal annars vegna þess hvað ríkisfjármálin voru í rauninni högtandi svona þarna í byrjun. Þá einhvern veginn tók Seðlabankinn á skarið vegna þess að það voru engin merki um að stjórnmálamenn ætluðu að sína ábyrgð og beita ríkissjóði eins og að verið að gera í kringum okkur. Það kom ekki fyrir mörgum mánuðum eftir að veiran knúði dyra sko. Ok, einn vandinn er mikill hald á ríkissjóði á góðari tímum sem er háskalegt og sérstaklega þegar verðbólga. Og þið viljið fylla það upp með skattleggja þá sem eru betur settir og setja á hvalrekaskatt og auðlinda gjöld. Annað sem að ríkissjóður hefur verið gagnrýndur fyrir við þetta borð er að öfugt við flest stjórnvöld í Evrópu að þá bregst hann ekki við áhrifum verðbólgunar á láttekjufólk. Já, ég sá náttúrulega þessar aðgerðir í desember samhliða kjarasamningunum sem voru þá. Við vorum að rekna það að þær eru bara farnar sko. Þetta er ekki neitt. Þær eru farnar. Verðbólgan er búin að geta þetta. Já, það er smá eftir af húsnæðis hækkuninni. En það fer núna, það er kannski búið núna, það fer svo 10. mars að það er farið. Þannig að þessar aðgerðir voru svo litlar að það voru í engu samhengi við. Var ekki neitt. Ég var reyndar að benda á áðan að þegar að samningarnir voru gerðir og meðan að menn er að klára fjárlögin, að þá er verðbólgur hraðinn miðað við síðustu 3 mánuði 4%. Núna er hann 12%. Þannig að þegar að menn er að ákveða þessar aðgerðir og þegar að menn er skrifundu kjarasamninga starfsmannasambandsins, þá eru menn náttúrulega bara í annari svona hugmyndum hverju efnahagsástandið er.
Þannig að ef að þetta dugði fyrir 4% verðbólgu, þá vantar þarna það vantar 2.000 meira, eða 3.000 meira. Og eins og með húsnæðisbæturnar, sko, það ekki sjálfgefið að þetta skilir sér til leigjenda meðan það ekki regluvættur leigumarkaður, meðan það engin leigubremsa. Mér þess að Katrín viðurkennir þetta, samt bóla ekki á neinni leigubremsu. Hún sagði það nú hún ætlaði að nefndi það þegar hún var gengið á hana, hvort að hún geti stjórnvöld ætti ekki að ganga inn vegna þess að kröfur eflingafólksins væru réttláttar, væri að lágum launum og svo væri þau náttúrulega lifðu flest á sko ömurlegum leigumarkaði og hvort það væri ekki ráð fyrir ríkisstjórnin að stíga þar inn og þá sagði hann að við erum að íhuga leigubremsu, en þau lofuðu henni 2019, þá átti þetta að koma, svo þetta búið að vera og þau gátt ekki einu sinni náð samstöðu það fyrir en sko í einhverjum íflugumynd núna bara fyrir að fáum vikum sko, að safna einhverjum gögnum, að koma á einhvers konar skráningu leigusamninga sem þau hafa samt verið að tala í mörg ára sé forsendað frekari aðgerða sko, það meira segja eitthvað svona einhverja svona smávægilegar sko forsendur fyrir því að ráða svo í eitthvað alvöru sko, meira að segja það kemst valla í gegnum sko þingflokk sjálfstæðisflokksins. Og hlustu ekki á sko sársaukann sem að má heyra hjá leigjendum, heldur eins og þau efist það að þessi að finna einhverja skrá sem að sýni fram á að raunverulega hafið allir að gott. Það eins og það sé alltaf svona lúmsk ósk að kannski sé þetta ekki vandamál. Og það mátti sjá til dæmis í áfangaskýrslunni frá hópnum sem var að leggja til tillögur í húsnæðismálum sem kom í vor, að þá kom þetta eitthvað fram að líklega hefði húsalega ekki hækkað svo mikið þannig að það væri ekki þörf á leigubremsu sem að síðan náttúrulega bara breytist allt, túristarnir koma og núna er leigumarkaðurinn að brenna upp. Ég að vona að það sé að færast meiri þungi í þessa umræðu og ég held að það munir rosalega leigjenda samtökin, að það sé allt í einhverju grasróta samtök sem eru bara mjög hávær í umræðunni og eru svona farin að svolítið normalisera ákveðnar hugmyndir sem var alltaf talað bara fyrir örfáum árum sko, eins og leigubremsu, leiguþak, atriði sem litið á sem sjálfstæðan hlut í ýmsum nágrannalöndum okkar sko. Þannig að ég einhvern veginn svolítið að vona bara á endanum komist ríkisstjórnin ekki hjá því að stíga einhver skref í þessa átt. Varandi leigjendasamtökin þá má sjá það að húsnæðisbætur eins og þeir eru núna voru settar á manni ekki á 2019 16 eða 17 síðan hækkuðar ekkert, það voru bara fast krónutalið 3 ár, fyrir en að leigjendasamtökin voru endurist, að þá byrjuðu að hækka sem að sýni náttúrulega sko gildi almannasamtaka sem að berjast fyrir. En það er meira sem þarf að koma til þess að mæta þetta heitir lífskjarakrísan út í Evrópu. Það er þeirra verðbólgan og verðhækkanir grafa undan lífskjörum og bitnar harðast á þeim sem hafa lægstu tekjurnar. Hvað hefur ríkisstjórnin gert til þess að mæta þessu og hvað ætti hún að gera? Eru ekki búin að vera að tala um það hérna? Það er leigubremsuna, en það er kannski beita ríkisfjármálum til að sporna gegn þenslunni. Við erum búin að taka það. Og svo að verja fólk fyrir þessari verðbólgu gegnum velferðarkerfi. Þú nefndir leigubremsu. Leigubremsa, endurskoða húsnæðisstuðningin, koma upp alvöru húsnæðisstuðningskerfi. Vaxtabótum. Vaxtabætur, ég meina byggja. Það þarf að byggja mjög mikið, sko. Barnabætur. Kom upp sko bara alvöru norrænu barnabótakerfi að því þú nefndir vaxtabætur þá ánægði með að fá samþykkt á þinginu hækkun á eignaskerðingamörkum sko sem þó bara leiðrétting frá í rauninni því að húsnæðisbólan fer svona virkilega að kikka inn 2020 sko, það voru hækkuð 50%, þetta samt bara grín þessar fjárhæðir, ég meina vaxtabætur ekki upp í nös á kettu og það líka hækka þakið sko, þannig að þetta skilir sér almennilega, ég meina þegar það var vinstri stjórn fyrir nokkrum árum þá voru náttúrulega og vextir voru háir, talsveit hærri en í dag, ég meina, vaxtabætur vorum að tala sko 20-30 milljarða á tímabili, sko, fóru vaxtabætur, núna er þetta ég man ekki hvort þetta eru 2-3 milljarðar árið eða eitthvað í vaxtabætur, þetta kerfi hefur bara drabbast niður, sko, vegna þess að
þessi eignaskerðingamörk hafi ekki fyllt velastróun. Og það sem séreignarstefna eins og í Noregi, þá þetta náttúrulega mjög sterkur þáttur í því að raunverulega byggja upp eignamyndun hjá íbúðareigundum. Það bara ríkið hefur niðurgreitt öðru sér ekki hægt að hafa séreignarstefnu. Og þú nefndir hérna svona félagslega húsnæðisuppbyggingu. Ég held að það sé alveg sérstaklega mikilvægt núna sko. Og að ríkið stígi þá fastinn vegna þess að hérna, vaxtahækkanirnar eru þetta stuðla ákveðnu frosti sko, þegar kemur að íbúðauppbyggingu hérna, ríkið þurfi bara að stíga mjög fastinn meðal annars í gegnum almenna íbúðakerfi með auknum stoppframlögum. Sést núna að það eru fasteignasalarnir að benda á að það bara frost komið inn á markaðinu, vegna þess að það bara þannig hegða markaður sér að þeirra verður lækandi þá halda allir þessar höndum og alltaf selja íbúðunar og losa það frá sér þegar það hækkar og það við erum að sjá það gerast núna þannig að hérna, það hópur fólks sem ekki á efni á kaupa lengur sem rekst út á leigumarkaðinn það hérna dregur niður hérna fasteignaverðið sem aftur dregur þá framleiðnin á íbúðunum en húsnæðiseklan sem við erum búin að vera að glíma eiginlega við síðan sko sem eiginlega svona þegar túrismin byrjar 2013 og mikill innflutningur á fólki hingað þá erum við búin að vera í húsnæðiskreppu síðan í 10 ár en hún ekki að hverfa þótt að íbúð verða ekki vandinn ennþá til staðar fólk kemst ekki að heiman, getur ekki fluttað heiman fólk getur ekki skilið fólk getur ekki stakkað við sig það einn hópur sem hefur komið fram út af vaxtahækkun og Seðlabankans sem hópur sem með breytilega vexti á óverðtryggðum lánum og það hefur komið fram í Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að á 40 milljón króna láni að þá hefur greiðslubyrðin hækkað 125.000. Þeir sem eru átti ekki efna á að kaupa sér húsnæði fyrir en að vextinni lækkuðu og þá var þetta gati til þess að fara inn á húsnæðismarkaðinn. Rétt skriðu kannski gegnum greiðslumat. Lágar tekjur en komust þarna inn sko, svo hækkar þetta yfir öllu valdu, þetta eru meira heldur en 125.000 núna sko. Svo þegar fólk segir, ég verð þá bara að skipta aftur í verðtryggt, að þá fer það til bankans og þá segir bankin, nei þú stenst ekki greiðslumat af því að Seðlabankinn búin að þrengja svo greiðslumatið að þú getur ekki fluttið yfir. Þetta náttúrulega fólk sem bara narrað inn í einhverja gildru stjórnvalda. Hvað að gera þetta fólk? Ég myndi segja einmitt svona tilvik staðfesta mikilvægi þess að vera með sterkt vaxtabótakerfi. Þannig það því bara vaxtabótakerfið myndi grípa fólk við þessar aðstæður sko, og dempa höggið þannig að þetta verði viðráðanlegt sko. En þú kannast ekki við það að stjórnvöld séu eitthvað pælið í að gera eitthvað í þessu hópi? Nei, ég meina þau studdu tillöguna okkar það kostaði svona 800 milljónir sko, og sko blítið í stóra samhenginu en betur en ekkert en að öðru leyti held ég að það sé ekkert að koma sko. Þau fara bara með einhverja möndrur um að það hafi allir það svo gott svona meðaltali einhvern veginn og það þurfi þá ekkert að gera og þannig að nei, ég sem að passar ekki við aðgerði stjórnvald út alla Evrópu sem að snúast einmitt að eiga við þessi 20%, 10% sem að sko eru að taka á sig alla byrðarnar. Nákvæmlega. Herðu, miðað við hvernig sagan hefur verið hingað til að þá verðbólgutölunar og hvernig verðbólgan eiginlega í öllum liðum neysluvísitölunnar að þá verður umtalsverð vaxtahækkun Seðlabankans 22. mars. 75 púntar kannski, meira? Já, meira. 100. Og maður heyrir það svona, bankarnir eru svolítið að tala þetta upp, normalísera 100 púnta hækkun. Ég veit ekki hvort að þessi vegna þess að bankarnir hafa náttúrulega ákveðin hag að þessu. Það bara áfall. Það áfall fyrir þennan hóp sem þú nefndir, svo annar hópur sem náttúrulega... Sem á leiðinni, sko. Miklu stærri sem sem bankarnir geta sett breytilega vexti á það sem þú hefur bundið í fyrstu 3 árin eða 5 árin, það svona snjóhengja sem bara núna í haust fólk með festir vextina sína sem að mun lendi þessari klemmu sem bara að fara að losna, sérstaklega á næsta og þar næsta ári. Þetta fengið bara 150-200 svona hækkun. Hún fær þetta rosalega í hausinn þá sko og þannig að alveg ótrúlega mikilvægt að skapa þannig aðstæður að vextir geti farið niður sko, því annars verður þetta bara alveg óviðráðanlegt sko. En á Seðlabankinn að hækka vexti? Honum ber lagar að skylda til þess að þeirra? Já, ég meina, það náttúrulega mandate samkvæmt lögum, honum ber að stuðla að vera stöðuleika og það ákveðið verðbólgu markmið sem ákveðið og hann hefur ekkert mörg önnur tæki heldur en þetta stýrivaxta tól. Allavega ekki svona tæki sem hefur sýnt sig endilega að virki
þannig að ég held að sé mér hefur þótt svona frekar ég hef allavega ekki vilja vera mjög gagnrýnin á Seðlabanka, mér finnst þetta að vera svolítið sjálfskapavíti sko, stjórnvalda að þetta sé í rauninni bara svolítið það sem blasir við vegna þess hvernig hefur verið haldið á ríkisfjármálunum þannig að ég sittur bara uppi með þetta já, svolítið sko og ef hann hækkar núna í mars þá mun hann hækka aftur í maí ekki nema að komi bara eitthvað svona já, svo er spurning hvort sko þessar en verðbólgan yfirleitt sko þótt hún getur farið svona upp þá fyrir hún aldrei svona niður hún fyrir mjög aðlíðandi niður sko já. Þannig að en hættan er náttúrulega vegna þess hvað vaxtahækkanir býta seint að Seðlabankinn bara keyri svolítið hagkerfið í kreppu með þessu það geti orðið þannig og þetta er eitthvað sem er talað út alla Evrópu sko þar sem vaxtastigið er samt miklu lægra heldur það eru menn með eitthvað 2 og 3% og eru að tala þetta hættun á því það er reyndar sko skuldsetning fyrirtækja og bankakerfisins og miklu meiri heldur hér sko það er svolítið kannski út af því en þetta er samt held ég raunveruleg hætta út af þessu laggi sko þannig að ég þori ekki að segja hvort að það væri endilega röng ákvörðun að hækka vexti næst en það er sársaukafull og hrikaleg ákvörðun sko ef til þess kemur Það var sami starfsgreinasamningarnir það var sami þá ég vonum það að launahækkanir væru það hófstiltar að það myndi ekki leiða til vaxtahækkunar og ekki verðbólgu. Það rættist ekki úr því. Og það er bara forsendurnar undir þessu samningum eru eiginlega fallnar. Já. Og það getur verið að ríkisstjórnin verði eiginlega að grípa eitthvað inn í mitt sumar eins og hún gerði þetta síðastli sumar hún hækkaði húsnæðisbætur og eitthvað svona barnabætur pínlítið og eitthvað svona þannig að ég bara segja að það er svona hefð fyrir því að þú getur gert eitthvað þarna mitt sumar ég meina það er bara sko, það er nú bara svolítið þannig á Íslandi að svona helstu velferðar umbæturnar okkar hafa komið fram í gegnum kjarasamninga þar sem ríkisstjórn stígur inn í einhvern veginn þetta er svona svolítið nú kom mjög veiku pakki frá þeim eins og við nefndum áðan, hann er bara búinn ferlega veikur út af ósamstæðri verkefniseyðingu að hluta til Herðu losna ýmsir samningar á næsta ári það verður mjög fróðlegt En má ég tala aðeins verkefnismálin af því að það hefur verið í tengslu við kjaradeilu Eflingar og Samtaka atvinnulífsins að þá hefur út af miðlunartillögu Aðalsteins og okkar fleira að þá hefur svona þú kannast þau í fréttum, það er bara gengið á ríkisstjórnin ætlaði að gera eitthvað og svo er bara orðið svona mantra eins og það verði endurskoða vinnulöggjöfinni. Það er nú komið menn hérna og andmælt því og sagt að þvert á móti getum við bent á að vinnulöggjöfin hérna á Íslandi miklu betri því að íslensku verkaliður er meiri árangri heldur en verkaliður í Norðurlöndunum í samningum. Þó að verkaliður í Norðurlöndunum hafi náð meiru fram af því að jafnamannaflokkarnir eru miklu stærri þar þeir eru ekki svona litlir eins og ykkar hvernig hefur þú afstöðu í þessu, hvort að það eigi að auka valdheimildir ríkisstjórnar sem Sko, ef við byrjum bara á að þú nefndir miðlunartillöguna og náttúrulega komið þessar hugmyndir um að dómur landsréttar kalli endilega á einhverja lagabreitingu ég held að svo sé alls ekki þarna komið upp ákveðnar aðstæður vegna þess að ríkissáttasemjari fór offari og hann í rauninni braut gegn viðteknum venjum á vinnumarkaði með því að leggja fram svona miðlunartillögu án þess að reynt að verið til þrautar að ná samningum. Eins og dagurinn í dag sannaði þegar Ástráður fór eftir þegar hann fylgdi lagana bókstafum og hefðinni þannig að sko ég sé alls enga þörf á því að fela ríkissáttasemjara einhver aukin völd þegar kemur að þessu. Varðandi almennt að endurskoða vinnulöggjöfin og vinnumarkaðsmódelið, þetta er svona einhver mantra sem maður er að heyra frá ráðherrum, frá vinnumarkaðsráðherra, frá stjórnmálamönnum úr ýmsum flokkum og auðvitað atvinnurekendasamtökunum sko. Þá hrísmann er svolítið hugur við þessu sko, vegna þess að ef við skoðum bara stöðu Íslands með við löndin í kringum okkur þá erum við
mjög hátt launa hlutfall, ráðstöfunartekjur og kaupmáttur hefur aukist meira á Íslandi heldur en víða annar staðar. Tölurnar og gögnin fyrir framan okkur benda til þess að sú framleiðni aukning sem verður til í hagkerfinu renni bara í mjög ríkum mæli eða í meira mæli heldur en víða annar staðar til launafólks hér. Við erum með, og þótt laun séu há í alþjóðlegum samanburði þá er atvinnustig líka hátt. Það stundur talað þetta sem einhvers konar trade-off vinnumarkaður sveigjanlegur. Já, akkurat, þannig að það er ekki þannig að þessi launaþrýstingur sé endilega að skapa eitthvað gríðarlegt atvinnuleysi Þvert á móti. En það er staðan í dag. Já. Það vantar fólk. Og launajöfnuður er mikill. Stjórnmálamenn eru nú duglegir að hrósa sér af og veifa þessum Gini-stuðlum sem sýna Ísland með mjög mikinn tekjujöfnuð á alþjóðavísu og sá jöfnuður er ekki vegna þess að við séum með miklu progressívara skattkerfi heldur en löndin í kringum okkur, aldeilis ekki. Við erum með í rauninni minna. Já, bara flest ríki Norður- og Vestur-Evrópu eru með hærri skatta á fjármagnstekjur og hærri skatta á hæstu launatekjur heldur en við. Þannig að ástæðan fyrir þessum mikla jöfnuði er fyrst og fremst svo að einmitt það er samið krónutöluhækkanir og við erum með mjög samstíga við höfum sögulega verið með frekar samstíga og sterka verkalýðshreyfingu og mikla aðild að stéttarfélögum og mikla þekju kjarasamninga. Þannig að ég bara vil ekki kannast við að vinnumarkaðsmódelið íslenska sé eitthvað agalegt. Ég held að það hafi einmitt ég held að við höfum einmitt náð bara mjög miklum árangri með þessu módeli. Það þýðir ekki að það sé fullkomið, það getur vel verið að það sé eitthvað sem við getum tileinkað okkur sem er gert á hinum Norðurlöndunum. En svona í grunninn þá bara finnst mér það svona hálf óhugnanlegt þegar talsmenn atvinnurekenda og stjórnmálamenn úr mörgum flokkum eru farnir að tala. Það er með eitthvað næsta nágrenni sem er VFG. Akkurat, eru farnir að tala einhvern veginn sig upp og apaða hver eftir öðrum. Þið sameiginlega rætur í verkalýðshreyfingu, verkalýðsbaráttu síðustu aldar. Já, akkurat, af flokkunum. Einhvern veginn þegar fólk er að tala sig upp í að það verði að gera einhverja grundvalla breytingar á vinnumarkaðsmódelinu og vinnulöggjöfinni sem hefur bara reynst okkur ágætlega mér líst ekki á það og ég sé ekki þörfin á því og ef við skoðum bara flokkana sem eru núna í ríkisstjórn, ég meina það hefur aðeins einn flokkur þar komið með eitthvað sérstakt svona framlag inn í þessa umræðu og það er Sjálfstæðisflokkurinn með sínu furðu frumvarpi neikvætt félagafrelsi sem snýst í grunninn bara að kippa fótunum undan verkalýðshreyfingunni. En Sjálfstæðisflokkur hefur líklega ekki stuðning fyrir því frumvarpinu í ríkisstjórn, en gæti haft stuðning fyrir því að auka völd sáttasemjara, þannig að hann gæti lagt fram miðlunartillögu þó að fólk væri ósátt við það og þröngvað kosningun upp á það. Er menn að tala það? Það verður engi sagt það alveg hreint út en menn segja það að dómur Landsréttar sýnir það að lögin eru bara ónýtt. Þannig talaði fólk en vonandi staðfesta atburði dagsins í dag að svo er ekki. Það er bara með réttan ríkissáttasemjara þá virkar þetta. Já, en auðvitað er það þannig með vinnumarkaðsmódelið okkar að það reynir svolítið á ábyrgð allra og eins og þetta bara að ef ef ekki eftir að semja þá er samið með öðrum hætti, það er samið að við semjum ekki heldur ekki fram í landinu. Akkurat, og það verður vera lendingin núna í dag þannig að Herðu, Jóhann, við erum við Rauðaborð erum ofta að ræða svona stöðuna og núna sérstaklega þessari viku og það er svo sem flest af þessu hefur verið sagt löngu áður, en í svona þessari viku er svona eiginlega rennur upp fyrir öllum að það er ekki hægt að halda óbreyttri stefnu, það er ekki hægt að hafa óbreyttri stefnu í ríkinu og svo bara hækkar Seðlabankinn alltaf vexti og þú endar bara í 80% vöxtum og það verður að og það verður allir að koma saman og nú verður að breyta stefnu. Og þá spyr ég alltaf svona, en ég meina nú
nú býrð þú í þessu landi og svona, sérðu það fyrir þér að það náist fram þessi einhver stefnumbreyting hjá stjórnvöldum? Ekki 1, 2, 3. Og hvað þarf að gerast til þess að það gerist? Ég held að við þurfum kosningar sem allra fyrst. Það er enginn af þeim sem er í ríkisstjórn núna sem hefur hag af því að fara í kosningar. Nei. Það er verið kannski ekki fyrir næstu 2-3 ár. Og hvað? Og þá þurfa flokkar sem eru svona félagshyggju þengjandi að ná árangri sko. Og við þurfum bara að nota tíman vel þangað til. Standa saman og tala. Það eru samningar á leiðinni. Já, og þá þarf að einmitt knýja ríkisstjórnina til að stíga þar inn með með aðgerðir. Ég meina verkalýðshreyfingin verður eða hlýtur að koma fram með kröfur breytingar í skattkerfinu, í húsnæðiskerfinu, endurreisn barnabóta og vaxtabóta. Það er eiginlega engin tilgangur í ekki fara að menna að gera aftur skammtímasamning af því að það sé svo óvissa framöndan. Akkurat. Ég meina það er bara algjört lífspursmál sko, og þá verður líka verkalýðshreyfingin að standa svolítið saman það sko, að koma sér saman um ákveðin atriði til að þrýsta á, að því annars er ekkit annað að gera heldur en að sækja þetta gegnum launaleiðin. Já. Og það er ekki hægt. Ef verðbólgan er það mikil og allir ætla að fara að sækja peningin í það, þá heldur hún bara og þá ertu með fólki sem er á lægstu töxtunum að það verður bara að fá hækku til þess að geta lifað af, að það verður, ef það á ekki að springa allt, þá verður að bæta lífskjör þess fólks með öðrum hætti, með skattkerfinu, með húsnæðiskerfinu og öðrum tækjum ríkisins. Herðu, þú sagðir það. Þetta verður söguþráðurinn þessu ári. Já. Þú vonar að verði fram að næstu kosningum að því að þú ert borgarlegur stjórnmálamaður og trúir því að heimurinn breytist í kosningum. Jú. Ég er sósíalisti og trúir því að breytist í verkefnisbaráttu. Já, ég er sósíalisti líka. Já. Sjáum til, gaman að tala við þig. Takk fyrir að koma. Svoleiðis. Við ætlum að snúa okkur að femínísku fréttum eftir augnablik. Já, komið sæl. Hingað við Rauðaborðið eru við sestar, sósíalískir feministar. Ég er Marja Pétursdóttir, Margrét Pétursdóttir og Sara Stef Hildadóttir. Velkomnar. Takk. Herðu, við ætlum aðeins að fara yfir fréttir liðina viku með feminískum gleraugum. Kannski bara byrjum á því að fara aðeins til útlanda og tala um Íran. Það var frétt í vikunni að mjög líklega sé búið að vera eitra fyrir skólastúlkum í Íran, eða það er svona talið að það sé, þær hafa hver á fætur annari verið að fara veikar á spítala á skólanum. Já, það eru 650 talan komin upp í núna. Já. Og nú er heilbrigðisráðherra loksins komin á sveif með almenning sem hefur talið að það væri verið að eitra fyrir þeim, en það er verið að rannsaka þetta, lögreglan er að rannsaka málin. Og þeir vilja meina, þeir eru svona eiginlega búin að komast að því að þeirri niðurstöðu að þetta eru samtök sem að vilja að kvennaskólum eða stúlknaskólum sé lokað. Sé lokað, einmitt. Þannig að þetta er svona vantarlega einhver armur af talibanisma eða eitthvað svo leiðis. Leiða líkum að því, já. Eða einhver svona við getum alveg kallað þetta bara hryðjuverk gegn konum. Hryðjuverk gegn konum. Já, einmitt, það er nú bara mjög gott hugtak yfir þetta. En þetta er náttúrulega bara mjög áþekkt því sem er að gerast í Afganistan. Já, algjörlega. Þetta er mjög áþekkt því. Já, einmitt. Þannig að það er ekki eins og það sé eitthvað einangrað dæmi. Nei. Síður en svo. Alls ekki. Og bara sýnir einmitt það sem við ræðum hér endurtekið, þetta feðraveldi svo kallaða sem sumir segja sig ekki til. En þú veist, þetta er svona hryllilegasta myndin sem er að birtast þarna þessu. Hún er hún er náttúrulega á svo stórum skala, þó að við náttúrulega á Vesturlöndu þekkjum alveg bara, þú veist, kynbundið ofbeldi og annað sem og það verið að drepa konur í samböndum og einselið og allt þetta. Við þekkjum þetta svo sem alveg, en þetta er svo svakalega háar tölur á einu bretti. Já. Og þetta er svo einhvern veginn svona, það er ekkert fyrir að fela þetta. Nei, og bara þeir komast þeir eiga bara eftir að ringja og segja við stöndum fyrir þessu, það er eiginlega bara þannig Já, frekar ljótt, en ef við færum okkur nær
fyrir mig til Noregs, þá var að koma út ný könnun kynbundið ofbeldi og hún er svolítið sláandi og virðist vera að fólk í smá sjokki út í Noregi. Þar hefur tölum fjölgað, 1 af hverri 5 konum eða 22% norskra kvenna er nauðgað og ofbeldi gegn ungum konum í nánum samböndum fjölga hratt og þeir tóku utan það sem var alveg ágætt að sína þetta bara í peningarliðina því að þetta kostar norska ríki ansi mikið og þeir tala 93 milljónir norskra króna sem að eru svona 1200 milljónir íslenskra króna, yfir miljard. Rosa áhugavert þarna með peningana. Já. Vegna þess að nú telst Noregur vera svona mjög stöndugt ríki fjárhagslega, efnahagslega. Og það er að segja, og borgarar Noregs hafa örugglega betra aðgengi, eða þú veist, eru fjárhagslega öruggari en margar aðra þjóðir. Ég þekki samt ekki, ég er aðeins að tala ég skil komin. Skilu, ég meina velferðaríkið sem slíkt skorar örugglega mjög hátt í Noregi. Þetta er svona stönduast af Norrlandaþjóðunum hvað varðar velferðaríkið. Það er svona mesta velferðin er í Noregi. Já, ég meina þeir bara eiga þessa olíu og þeir byggja bara alla sína velferð á olíunni, ekki satt? Að mestu leyti. Jú, en svo er það líka bara, þeir eru búin að vera lengi náttúrulega bara með þessas velferðarstefnu, Já, en ég meina þeir geta rekið hann af því þeir hafa olíuna. Já, nákvæmlega. Þú veist, það er það sem er. Já. Og ég allavega þekkti Norðmenn sem voru mikið til vinstri en voru oft með samviskubit yfir olíunni. Og þannig að nú er Norðmenn búin að líka ákveða að hætta að bora eftir olíu einhvers stað til að reyna að sína einhvers konar, þú veist, svona sjálfbærni umhverfis sjónarmið í sínum stjórnmálum. Já, það eru nokkur ár síðan að þeir vildu frista sjóðin sinn, En mér finnst áhugavert þarna í þessu samhengi með peningana, að þú veist, ef þú ert í Noregi og ofbeldi gegn konum er að aukast, þá er það rosa áhugavert í ljósi þess að þetta sé mikið velferðaríki. Vegna þess að það sem að, til dæmis í Austur-Evrópu og Sovétríkjunum, þegar að konur voru hluti af því landslæði, þú veist, voru þjóðnýttar inn í menntakerfið og út í atvinnulífið, en tóku samt líka á sig þriðjuvaktina þar, þú veist, sáum innkaupin, mun allt, vera, þú veist, reiðubúnar fyrir þá strákana þegar tilhýttu allt þetta, að þá var það samt merkið, þegar múrin féll til dæmis í Berlín, þá var það merkið konu, að hún væri frá Austur-Þýskalandi, að þær voru ekki eins árennilegar, sem svona kynverur, þú veist, kallarnir gátu ekki bara stokkið á þær eins og þeir gátu við hinar, skilur, þær höfðu svona ákveðið svona sjálfstæði sem var rakið til þess að þær hefðu verið fjárhagslega sjálfstæðir fyrir frumhúsins, og þar að leiðandi létu þær ekki bjóða sig hvað sem er, þú veist, þetta var bara svona strax eftir. Þannig að hún skrifar þetta, hún Kirsten Gotzi heitir hún, sem skrifaði þarna Why Women Have Better Sex Under Socialism and Other Economic. Þetta er mjög athyglisvert. Hún heitir frábær bók, en hún benti á þetta, þannig að fjárhagslegt sjálfstæði, það er ekki bara, hjá konum, það er ekki bara þetta að þú kunnir auraðin að tala í bankanum og eitthvað svona, en þú hefur þetta beinlínis áhrif á hegðun kynsins gagvertir. Já, alveg örugglega, en þetta kemur líka fram reyndar að það vantar svo mikið samskipti á milli stofnana í heilbrigðisgeiranum og í einu félagslega, þó að sé nóg af, eins og þú segir, nóg af þessum stofnunum til þess að grípa, að þá er ekki nóg mikil samskipti á milli til þess að gera þetta sterkara. Og kannski annað, við höfum nú verið að horfa heima og getum svo tvinna þetta saman að klámið er kannski að koma þarna líka inn í. Það er kannski hluta þessari aukningu. Heima er stígamót með rosa flotta herferð sem er einmitt tölum við börnin okkar klám og það kemur mér ekkert á óvart og ég hefur ekki rýnt þessar rannsóknir í Noregi svo sem, en það kemur mér ekki á óvart að þetta var líka hluta því aukningin í kláminu, hún er bara, og vændi er að koma þarna fram. Já, ég meina klámið er alltaf bara eins og einhver hot potato sem má ekki tala um. Já, þú veist, bara, ég meina þetta er bara þarna opið á internetinu og við getum ekkert verið eitthvað að eiga við það. Og þetta, náinn sambönd að verið sé að heimilisofbeldi og annað sé að aukast, það bara held ég sé alveg beintenging. Þetta er ekki tómarúmi. Nei, þetta er ekki tómarúmi. Svona gerist ekki í tómarúmi. Þetta er ekki mengunin sem hefur svona áhrif á kallana, Nei. Engin loftmengun sem stjórna því. Heyrðu, fyrst fyrir okkur heim. Svo langum kannski að benda á líka, það
það eru ég veit ekki það ég held að séu svolítið stórt hlutfall innflytjenda líka í Noregi. Já. Þannig að það er mikið fjölbreyttara örugglega líka, sko örugglega mikið fleiri sem komum frá stríðsráðum löndum og annað. Já, og svo náttúrulega líka annað hugtak. Það er örugglega telur líka. Já, og líka til dæmis heiður manna. Já, það er nú rosa áhugavert hugtak, heiður karlmanna. Hann er yfirleitt falinn í konunni. Þannig ef að heiðrinum er einhvern veginn ógnað, þá fær konan sýru í andlitið. Einmitt. Já, nákvæmlega. Og auðvelt að afgreiða það bara. Segðu. Einmitt. Þetta er náttúrulega ógulegt. En ég ætla ekki að segja það, ég veit ekki hversu nákvæmlega stórt hlutfall og við náttúrulega skrifum þetta ekki eitthvað bara á einhverja múslima eða eitthvað svo leis. Nei. En Nei, ég bara tala ég fór bara að veltaði fyrir mér sko að því nú hef maður heyrt mikið sko innflytjenda vandamál frá Noregi, eða ég hef heyrt mjög mikið það. En eru við ekki þá akkurat með þarna rótuna þegar þú talar að í sér greina að vanti þessi samskipti milli stofnana? Það kannski ekki nefnilega getur ítrekka líka það. Já, það er ekki bara eins og við erum að tala hér alveg, með bara kerfisbundin rasismi, þú veist sem að þó þetta sé velferðaríki, þá sést ekki rauninni kannski að bjóða fólk velkomið að integrata það inn í samfélagið. En svo kom náttúrulega, hefur komið ljós hér er það ekki bara, þú veist hvað er það? Hvað var hlutfallið sem kom út úr hana beauty tips byltingunni að margar konur og það hefur verið bara líka skoðað eitthvað hvort það er eina hverjum 3 konum eða eitthvað svoleiðis er það heimsvísu sem hefur orðið fyrir eða verður fyrir kynferðislegu áreiti eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara rosalega stórt hlutfall held ég allstaðar. Þannig að ég veit ekki nákvæmlega hvað hlutfallið til dæmis á nauðgunum er hér, hefur það verið mælt, vitið þið þess? Sko Stígamót hafa séð þetta í sinni áskýrslu alltaf. Já, í lögreglan er að taka saman tölur, Stígamót tekur saman tölur, Kvennaathvarfið líka eitthvað. Já, nákvæmlega. Og svo náttúrulega Drífa Jónasdóttir, hún er náttúrulega búin að vera að taka saman tölur til þess að reyna að reikna út kostnaðinn við ofbeldi sem konur verða fyrir í nánum samböndum sérstaklega. Og þetta er kostnað ríkisins þar að segja. Já, nákvæmlega. Sem er alltaf eins og heyrir ansi hár sko. Og það er ábyggilega ekki hægt að taka hann algjörlega saman í bara eina tölu því að sjálfsagt er þetta líkur þetta víðar heldur en bara í þessum tölum sem að þeir taka saman alltaf þetta sé ekki meira. Jú, að því ég meina þetta er náttúrulega dæmigert svona þetta eru dæmigert mál þar sem konur þurfa alltaf að afhjúpa sína persónulegu reynslu. Þú veist þannig þú getur ekki raunverulega reiknað út hver kostnaðurinn er nema að telja opinbera tölur og þær sem koma þú veist á neðamóttöku á Landspítala og svo þær sem fara til lögreglu eða kæra þú veist að það eru bara svona opinbera tölur og það er bara alltaf eitthvað yfirborð því að minna hinnar eins og var það ekki, það var að koma einmitt í ljós, það var fyrir norðan við Háskólann á Akureyri sem var að fara af stað við að rannsaka eitthvað sem ég er búin að gleyma en þegar hún var komin af staðinn í þá rannsókn og er að tala við konur að þá segir eini bríari frá svona djúpu andlegu ofbeldi sem hún hafi þurft að þola bara meirihluta síns hjónabands þannig að hún allavega tók upp þann þráð og gerði rannsókn eða er að vinna rannsókn. Þetta tala rannsóknina Sigri er mögulega. Já, hann á hriðju hvað kallar hún þetta? Hún kallar þetta nándar hriðjuverk. Jú. Þú ert að tala um það. Það er það eitt sem ég ætlaði að ræða í þessum fréttatíma. Já. Því þetta var alveg rosalega og er athyglisverð rannsókn ég áttur að lesa hana en ég las þessa frétt og þetta og það sem að mér varst líka svo athyglisverð var hvað hún að lýsa þessum stigum sko þú veist að þetta eru stig sem að konur fara í þegar það verða fyrir svona hrikalegum ofbeldi í nánum samböndum og það er enda síðasta stigið er bara það verða bara flatar einhvern veginn það er bara alveg sama lífsitt og það eru bara einhvern veginn en þetta eru konurnar sem kæra aldrei nei, það segja aldrei frá það segja ekki nánustu fjölskyldu sinni frá veist, þannig að þarna bara átti sér stað eitthvað svona trúnaður og þær byrja að segja henni frá þessu þannig að þú myndir aldrei geta veist, þetta er eitthvað svona gögn og svona ósýnileiki sem að bara fylgir þessari gasleysingu í samfélaginu sko, þú veist að hér sé bara, það er ekkert á þessu heimili sko. Það er ekkert á þessu heimili. En ég er búin að vera að tala kannski í framhaldi af þessari rannsókn og eða þessari umræðu að þá ég var að ræða við hana Kolbrúnu Kolbeinsdóttir í gær sem var að gera rannsókn í gegnum masters rannsókn sína á konukoti
og aðstæðunum þar og konunum sem að búa þar og það komið mitt í ljós að þær konur hún sá mjög margt sameiginlegt með þessum út frá rannsóknin hennar sko Sigríðar upp á þessi stig, ég meina þar eru konur oft, þær eru bara orðnar svolítið svona sama sjálfa sig þannig eða orðnar svolítið flatar sko, því það er búið að berja þær svo mikið eða það er búið að fara svo illa með þær og þær eru búin einhvern veginn lifa svo skelfilegt ofbeldi og svo mikla áfalla sögu og þess vegna náttúrulega eru þær bara lífið er óbærilegt og þess vegna eru þær í neyslu flestar þannig já, mér fannst það mjög aðtilsvert en það var annað sem að mér fannst alveg rosalega aðtilsvert í hennar rannsókn eða sem að hún er að tala hjá Kolbrúnu að því þegar að hún var sjálf að vinna í konukoti þegar að COVID var og þá var sem sagt brugðið á það ráð af því það þurfti að náttúrulega vera tveggjametra-reglan og húsið er svo skelfilega sko þröngt og lítið og erfitt en þá var sem sagt leigt hótel undir konurnar sem þá voru í konukoti og bara mjög fínt hótel sem að hver kona hafði bara sett baðherbeggi og það var bara ná pláss og þær hafði sitt einhvern veginn gott að lesta að sér. Já, því það er vandið við konukot sem fólk bara almennt þekkir ekki. Já. Þú veist, í fyrsta lagi er þetta náttúrulega eina neyðarskýlið fyrir konur á höfuðborgarsvæðinu og þá bara á það við konur af öllu landinu sem sækja á mölina til að komast í skjól svona og hérna innandýra, venjulega hjá köllunum þá eru 2 neyðarskýli og það ástæðan fyrir mikið fleiri kalla og það eru líka starfsmenn og það er ekki af Reykjavíkborg og allt er mikið betra standi og mikið betra aðgengi fyrir fatlaða og svona sem er ekki í konukoti Akkur ekki það sé Já, þetta er mjög undarlegt Þetta er mjög skrítið, en ég meina ástæðan fyrir því að þú þarft að reka 2 svona neyðarskýli er til þess að geta aðskilið fólk líka þegar að koma upp tókstreitur þarna þurfa þær alltaf að vera með einhverjum sem hefur áður stóli frá þeim og eitthvað svona. Já, ég meina þetta er ekki einmitt svona einhver yfirvegur yfirildi. En ég ætla aðeins að segja ykkur líka, sko, ég ætla að klára aðeins að segja þetta með þegar hótelið er legt undir konurnar, heimilslausu konurnar að þá sem sagt, hafa þær privacy, þær hafa mikið betri aðstæður og það sem gerist er það að þeim fyrir náttúrulega líða mikið betur og svo var í kjölfarið var þeim útvegað húsnæði í framhaldinu þannig að þessar konur hafa flestar ekkert aftur komið í konukot einmitt segir það sem margt þetta segir svo mikið, bara það fyrsta við það að þær fái þarna, þú veist, þær fái einhvern veginn strax næði og reist og einhvern veginn, næði til að vinna í sín megin málum, hugsa þessum sjálfa sig. En líka bara, þú veist, ef þú ert alltaf á götunni, þú ert alltaf úti og alltaf berskjölduð og þú getur aldrei verið bara eins og við þú veist, við getum farið heim og verið bara einar, þú veist, annarkortin í ykkur rýmmitar, þú veist, það sem við vitum alltaf að við getum átt eitthvað næði við getum alltaf sótt í okkar næði, þær geta það aldrei. Nei, þær geta það aldrei. Alltaf með einhvern veginn þannig að getur ímyndaði bara taugakerfi sem er að reyna að eiga við það það er bara alveg hrikalegt ástand sko. Þannig, en þú veist þegar hún sagði mér þetta þá segi ég bara, vá, sko, þú veist það þurfi ekki að vera til neyðarskýli endalaust fyrir sama fólki sem er bara fattiði eins og er bara búið að vera svolítið ástandi núna eins og maður er búin að heyra fréttir af svona neyðarskýlum í vetur sko. Þú veist það er alveg hægt að byggja þetta fólk upp og koma þeim í varanlega búsetu Þú veist, það er alveg hægt, þetta þarf ekki að vera svona. Nei, bara engan veginn. Þó að skilur, og það þarf ekki eins og vera að krafa að fíkill hætti neyslu eða eitthvað svoleiðis skilur, en það er alveg hægt að gera aðstæður þannig að sjálfsverðingin líka vakni og aðstæðunar og það verður bara space til þess að, þú getur fundið þig heima einhvers staðar. Já, fundir svona öryggis því að þú finnur heldur ekki fyrir þessu heima þá líka einhvern veginn ferða ganga verum umhverfið þitt og það kom líka fram í einum þessum þætti núna. Já, ég meina ef þetta er bara, þú veist, eins og þessi neyslu rými sem verða ógeðsleg og ef þú ert alltaf bara hrekst á milli einhverja svona tímabundina skammtíma lausna, þú veist, að sett inn þarna, líka sérstaklega þá kallarnir. Já. Og ástandi náttúrulega þegar þú ert komin á svona stað í lífinu, þú veist, þá er þegar þú ert bara að raunverulega berjast við það að draga andan frá degi til dags að því að þetta er óbærilegt. Já. Þú veist ekki að fara að hugsa að vasku upp. Nei, þú veist ekki að fara það er bara algjört, ég meina þú veist ekki að taka upp af gólf, ég meina ekkert af þessu, þú veist, þú ert bara raunverulega, þú veist, þú ert algjörlega vanhæfur til þess að reyna
mörkið þín bara hérna það bara rýmið sem það er að eiga við sko en það rosa, en mjög áhugavert nefnilega í þessari umræðu eins og með konukvöt og nú náttúrulega rótin sem félag sko, þessir útvista þangað og ég hef ekki ég heyrði einhvers staðar að það á að útvista Reykjavíkurborg að reyna að útvista þessum neðaskýlum kallana núna sem eru rekin að Reykjavíkurborg núna þetta eru svona bara það er óskiljanlegt þessi skipta máli bara gagvart lögina máli núna samt ég hlusta á viðtal við Heiðu Hilmisdóttur í dag þar sem hún að tala að þau vilja bara önnur sveitafélag opni neyslurými einmitt en ég veit ekki, kannski þörf á því líka en ég meina ég skil ekki okkur þessi sveitafélag get ekki bara staðið saman á því að opna neyslurými sko. Ég skil ekki, með svona samfélag með sikkert ásinn á samfélaginu þess að þú ert með hóp sem er bara komin í öngstræti og kemst ekkit lengra, og svo ertu með hinn ásinn, þess að þú gæti verið með að byggja félagslegt húsnæði og nægur peningurinn, en í staðin ertu að byggja upp einhverja lúxusíbúðir á þessum indisreitum eins og það er hérna og maður spyr sig, og vilt ekki fara einhvern veginn, ég veit ekkert hvernig það gerist tæknilega að sækja á ríkið að myndist einhver þrýstingur á að skattleggja hinn ofur ríku hvort sem vilt segja það sé 10% eða 1% af þjóðinni en að styrkja þessa tekjustofna þannig að það þurfi enginn að enda þarna jafnvel þótt hann verði fyrir áföllum í lífinu en svo náttúrulega fjallar bara líka öll þessi kynjafræði í skólunum, svo kennsla öll, hún hlýtur að skila einhverjum árangri síðan eftir einhverja kynslóðir þar sem að það er ekki farið svona með það er bara ekki boði ekki frekar en að það er hoggin að þeir höndin fyrir að stela bröðin það er ennþá, Kolbrú sagði mig það sko að hún er kynjafræðingur og er í skóla starfar í skóla, er að kenna og og það er ennþá þau eru ennþá að berjast við það að bara fá kynjafræðina sko að því þó að þessi búið að setja lög og annað að það er að kenna kynjafræði í skólum, í framhaldsskólum og svona, þá er það ekki það er ekki skylda sko. Nei, það er einhver leiti búið að setja það inn í námskrá en það er samt ekki, því er ekki framfyllt sko nema í sumum skólum þannig að eins og í framhaldsskólum þá einmitt og kannski geta skólastjórar útfært það einhvern veginn að maður mögulega þannig að þú sett ekki endilega með eitthvað svona gegnum gangandi námskeið yfir eina heldur sér bara með eitthvað svona innkomur myndlistakennsluna og smíðakennsluna í einhverju skólum og leiklistina og dansinn, allt sem að tengist menning og listum sko. Búið smá námskeið annað er að hvora önn eða eitthvað þannig að þetta er ennþá vandamál þannig að heyrðu já, við ætlum kannski að fara í næsta mál sem er umhverfiskvíði. Já, þetta greipum svolítið að vera að fjalla umhverfiskvíða í einhverjum fjölmiðli sem að myndast vegna neikvæðra áhrifa af mannavöldum á borð við loftslagsbreytingar og mengun. Og þá var gerð könnun og sýnir að þessi kvíði er mestur á höfuðborgarsvæðinu og mestur hjá konum og ungu fólki. Síðan var farið í að athuga stjórnmálaleg tengst, hvernig flokkarnir skiptast niður og það eru bara 3 flokkar sem að finna fyrir einhverjum umhverfiskvíða og þar eru Píratar 50% eða helmingu Pírata finnur fyrir því 36% sósíalista og 27% vinstrigrænna. Aðri flokkar mælast ekki? Nei, það hafa bara enga guða, þeim er bara skýt sama. Þetta er sérstætt. Mér fannst þetta svolítið lýsandi. Þú veist, erum við eitthvað hissa? Ég er ekkert hissa. Ég er ekkert hissa á því að það sé að fækka umhverfisvænu fólki í VFG. Nei. Eða sko fækka, ég veit ekki, var allir kvíðin hafinn tjóðum verið mældu meiri. Og svo er það spurning, spurning þannig að blessa umhverfiskvíða sko. Er það sama sem merki að fólk sé með umhverfiskvíða eða að það hugsi það láti sig varða málin eða hvað eða er það bara spurning attitude og eitthvað svona self preservation eða hvað sem maður segir sko, að eins og einhver sagði illa fær með góðar ágjur þú veist, ætla nú ekki að vera eitthvað að missa svefni við þessu en ég ætla að gera mitt til þess að ég veit þið, maður veit það ekki
kannski, já, eða hvort að þú þrýstingur á að hlutirnir séu gerðir vel í sambandi við málaflokkin, sko. Það er kannski komið líka fram kvíðin, sko, að þú finnir fyrir og getur svo lítið gert, sko, það er ekki lustað og ég geti alveg trúið að þessi margir sem þjást þar, sko. Þegar stjórnvöld hafa engan áhuga á svo málaflokki. En ég ætla að enda bara á svolítið góða nótum. Það var ársþing KSÍ helgina og þar fengu hagsmunasamtök knattspyrnu kvenna jafnréttisverðlaun sem er bara mjög gott. Þannig að þær hafa verið að láta svolítið til sín taka innan KSÍ heldur betur. Býttu í handbolta, sagði það? Nei, knattspyrnu. Já. Fengu þær jafnréttisverðlaun? Já, innan síns á þinginu. Þeir eru með svona, þeir veita einhver verðlaun í ýmsum flokkum og ein verðlaunin eru jafnréttisverðlaun. Voru það þá konurnar sem höfðu staðið sér vel? Þessi hópur fekk allavega velun þetta skiptið. Ég veit ekki hver sagan er. Nei, það er alltaf búið að vera að hrista ansi mikið upp í og svona taka svolítið KSÍ og sturta þau á kolf og hrista og svona eitthvað. Man hefði kannski fundist að það ætti að koma hinum megin frá. Já. Að kallarnir hefði fengið Já, Sara, segðu mér allt máli. Finnst þér það, já? Já, finnst það. Finnst þér það? Af hverju fengu það? Ég skil ekki alveg. Nei. Af hverju kallar ekki meira í hefðu þær átt að vera að veita velunin? Finnst þér? Ákveða, hver ætti að fá? Ég meina, hafa þær eitthvað verið að standa sig illa í jafnréttismálum? Nei. Hafa þeir verið að standa sig illa í jafnréttismálum? Já. Já, en þessna fengu þær velunin en ekki þeir. Já, það hefði samt verið betra að þeir stæðu sér betur. Þú meinar. Já. Konur hafa alltaf viljað konur, það er alltaf hallar alltaf á þær. Akkur er verið, ég skildi ekki. Nei. Svona bara samfélagið okkar en þá. Bara strákar standið ykkur. Stelpurnar svo duglegar, fá alltaf velun. Mér finnst þetta pínu svona líkt af ykkur humbúki. En svona er ég nú neikvæð. Já, nei, þetta er samt líka, ég skil hvað þú ert að fara vegna þess að þetta er líka svona einmitt, þú veist, jafnréttisverðlaun, já, er það ekki bara stelpurnar þarna sem eru í jafnréttis? Taka þær það ekki? Já, taka þær það ekki. Það er gaman að gefa þeim ykkur verðlaun svona, er ekki blóm? Nei, ok, nú, þú veist, las ég ekki fréttina og ég las ekki fréttina, ég þekki hann ekki, nú er ég bara, þú veist. Nei, ekki viski. Ég las heldur ekki fréttina, þannig að ég svo sem get ekki tjáð með beint þetta. Þetta hljóma bara, þú veist, það er fótbolti, fullt af köllum, að vera að reyna eitthvað, gera og græja í þessu sambandi, veist. Já, það er verið að reyna að skapa trúverðugleika. Já, og þá er eitthvað svona ding-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling. Jafnréttisverðlaun. Já. En við þurfum aðeins að kannski að rannsaka, við þurfum að reyna að koma að staði hvort þessi jafnréttisverðlaun hafi verið til í einhver tíma og hverjir hafa fengið undanfarna ára, er það alltaf þessi fópur eða hvað er málið? Tjekkum á þessu. Heyrðu, stefnum að við verðum búin að skoða þetta aðeins fyrir næsta þátt. Þannig að við þakkum fyrir okkur hér í bili. Það er verkefnismál hafa verið eiginlega aðalmálin þennan vetur og það er stór dagur í dag. Það er ljóst að miðlunartillaga Ástrós Haraldssonar verður lögð til kosninga bæði hjá SA og Eflingu og ég held að við getum gert ráð fyrir að hún verði samþykktar. Þannig að það er svona endalok á þeirri deilu sem að hefur einkennt kannski fréttinnar og verkefnisbarátuna eftir áramót en fyrir áramót voru líka mikil átök slitnaði upp úr viðræðum og svo var samið aftur svona í tilefni þessu að það er svona punktur, við getum sett svona ákveðin punkt eða komu við verkefnismáli núna er hingað komin Sumarliði Ísleifsson sakfræðingur skrifaðir sögu alþýðu sambandsins í tveimur bindum. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Ég veit ekki hvernig við erum að byrja svona því að það náttúrulega kom bara í ljós í dag svona að þessi komma er komin en þetta er mikil viðburðir. Það er ég veit ekki hvar ég ætti að byrja. Má ég byrja SA megin þarna út af verkbanninu sem var samþykkt og lagt fram
af því það nú kannski svona mesta fágætið í þessu öllu. Hvað? Já, það sem má kannski segja það að sennilega hefur ekki verið boðað víðtækara verkbann heldur en þetta. En verkbann hafa náttúrulega oft verið. Jú, sem svona varnar að senda velstóruna heim eða hásetanir í verkfalli. Já, það var... Blaðamennir að prentara þar, ég held að ég hef verið sendur heim ekkert um henn. Jú, verkbannum hefur yfirleitt verið beitt á annan hátt fram að þessu. Já, það er yfirleitt miklu minni hópar. Þannig að þetta svona einhver leiti nýtt að grípa til þessa núna. Þannig að það má segja svona að í þeim skilningi það fordæmalaust. En ég veit svo mikið hvaða ályktanir við að draga af þessu. Nei, það er... Hvort að... Ég ætla að biðja það. Annars vegar getur þetta verið vegna þess að deilan var svo sérstök að hún kallaði á sérstakar aðgerðir eða að SA sé einhvern veginn að breyta stefnusinni. Hvað myndir þú veið á? Já, mér finnst ekkit rosalega mikið. Það fer auðvitað eftir því bara hvað perspektíf maður hefur. Mér finnst ekki rosalega mikið nýtt í þessari deilu. Nei. Þú veist. Nei. En maður þarf kannski að fara bara dálítið aftur. Maður þarf að fara aftur í tíma. Það sem auðvitað nýtt að þetta skuli vera í gangi núna en það hefur sáralítið verið að gerast í þessa veru undanferðin, hvað ég var að segja, 30 ár. Eða svo. Eftir þjóðarsátt. Eftir þjóðarsátt, en fyrir þennan tíma þetta daglegt brauð, ég segi það ekki, en þetta náttúrulega árvist. Að vísu kannski af aðeins öðrum toga, ef við förum ennþá lengra aftur þá sjáum við bara allt mögulegt sem að svipa þessu, meðan að það að segja ef við förum aftur fyrir þann tíma að samflot verða algeng, svona aftur fyrir 1960 og þá þú veist, þá þetta bara, og þekkir fólk þetta vel. Já, þannig að fólk sem að tala fordæmir þessa tíma, það kannski fólk sem ekki sagnfræðingar og þekki ekki söguna. Já, ég held að það sé kannski meðalans vegna þess að þetta bara alltaf lítið rifjað upp. Og það meðalans vegna þess að verkalýðshreyfingin hefur ekki sinnt þessu. Verkalýðshreyfingin hefur bara ekki sinnt því almennilega að segja frá sjálfur í sér og sínu hlutverki og þeim þætti sem að þeim mikilvæga þætti sem að hún á í að skapa þetta samfélag, að skapa þetta velferðarsamfélag. Þar gæti hún staðið sem miklu betur. Og auðvitað bara svona að gera grein fyrir því hvernig þetta hefur gengið fyrir sig og þetta hefur náttúrulega gengið fyrir sig meðal annars á þennan hátt að beita þessum tækjum sem að hreyfingin hefur og þetta eru þá tæki sem að ríkisvaldið viðurkennir með vinnulöggjöfin 1938. Þetta eru verkföll, saga þeirra er mun lengri, alveg nær aftur til aldamótana, svona það bil, en já, þessi réttur er lögbundin með vinnulöggjöfinni. Og viðurkennt að þetta sé hluti af því að halda utan lýðræðislegt samfélag, að veita fjöldanum þessi tæki til þess að sækja bæta stöðu sína. Algjörlega, og það náttúrulega bara, hvað stóð þetta verkfall lengi núna? Það var nú ekki mjög lengi. Það var ekki lengi með það var með hléum, það kom nú hann að 4 dagar hlé. Það kom þarna eitthvað gatt í milli, sko. Þannig að þetta ég var nú í spjalli einhvern hérna daginn, sko, einhvern upp úr meðri öldinni þá skall á verkvallin í Reykjavík, dagsbrúna verkvall í byrjun desember og það stóð bara alveg framundir í jól, sko. Þannig að þú veist þetta bara, það bara farið í aðgerði sem býta. Og svo þetta segja að við eigum, kannski ekki að fagna þeim, en þetta er hluti, þetta eru fæðingarhríðar betra samfélags, meira jöfnuður. Að nota þessi tæki, þetta er náttúrulega bara, sérstaklega fyrstu áratugina þetta hluti af því bara að fá hreyfinguna viðurkennda, vegna þess að svo viðurkenning var ekki fyrir hendi.
og þó að svo viðurkenning fáist formlega svona tiltölulega snemma þá reynir í rauninni alltaf á þetta og það er náttúrulega svona áhugavert einhvern veginn að svona þegar við berum saman stöðuna hér og í nágrannalöndunum að þá svona endist þessi átaka hefð miklu lengur þar hér það er bara ekki ólíkt já með þjóðarsáttinni er tekin upp ákveðin aðferð sem að til að svona að reyna að leiða deilur til lykta í framhald af því sem sagt svona ánverulegra átaka og það stendur í svona já hvað ég vil segja að kannski að byrja nýtt tímabil núna það getur verið en það stendur í 20-30 ár en já við þessar aðferðir eru teknar upp í Danmörku bara upp á 1920 þannig að þetta er bara annað samfélag sem við erum með heldur en samfélagin hérna í kringum okkur. Kanntu það ráði það af hverju að þróunin er önnur hér heldur en á Norðurlöndunum eitt sem að satt hérna við rauðaborðið sagði að einkenni á íslenskri verkefnisbaráttu væri að hér hefði hreyfingin raunverulega verið sterkari heldur en stjórnmálaarmar hreyfingarnar, það eru þá A-flokkarnir í okkar tilfelli og sósíaldemókratarnir á Norðurlöndunum að A-flokkarnir hérna hefðu aldrei haft það sama vægi og stjórnmálaarmar verkefnishreyfingarnar þar. Það eru bæði á þessu félagslegar og efnahagslegar skýringar sko mjög mikilvægar skýringar eru bara einfallega þetta efnahagslíf sem að hér er svona sveiflukent eins og það er byggir á hráefna nýtingu fyrst og fremst og sveiflurnar fylgja bara fiskinum í sjónum sjáðu og það auðvitað hefur áhrif á allt samfélagið og það hefur áhrif á og hafði áhrif í áratugi á hér sko eins og þú þekkir þú ekki það mikið yngar að við munum bara gengisfellingarnar hér á sínum tíma og það var bara í takt við það, nákvæmlega í takt við það hvernig gekk í höfuð atvinnu í þjóðarinnar. En það sem hefur auðvitað gerst er að í runni þó að, það er búið að skjóta undir samfélagi fleiri stóðum en samt er þetta alveg rosalega hráefnadreifið ennþá og það er og túrismin er náttúrulega bara angi af sama meiði. Það er bara sama hugsun sem að liggur þar að baki. En verkalýðshreyfingin sterkari en A-flokkarnir sko þetta er í rauninni þannig að eða miskorti samkvæmt mínum niðurstöðum þá er þetta þannig að verkalýðshreyfingin er meira minna tæki stjórnmálaflokkana alveg fram á 7. áratuginn og þeir nota bara verkalýðshreyfinguna sem í sinni baráttu og það var iðulega þannig að starfsmenn hreyfingarnar þeir voru kannski nánast í starfsmenn líka flokkana. Þannig að sko ég er kannski ekki alveg, ég er ekki sammála þessu, það sem að sker á milli er auðvitað það fyrst og fremst að undanskildu Finnlandi þá eru kratarnir náttúrulega bara allsráðandi. Hér er staðan önnur, hér er hvað ég segja meiri róttækni svona að vissu leyti það er með skorti merkingin er svo að til þess að ná fram kannski sömu eða svipuðu hlutum að þá þurft að beita hér verkföllum og átökum á vinnumarkaði á meðan að það var kannski bara þetta samþykja það í stórþinginu annars staðar. Já, veit þetta er bara miklu stabílað samfélag
Þetta er miklu stabíla samfélagi í löndunum í kringum okkur. Það er ekki þessar rosalegu sveiflur. Það er ekki þannig það er ekki þannig að gjaldmiðlinn sem að fólk er að nota á morgun er hann bara allt annar heldur en hann var í gær, sko. Og það auðvitað bara kallar á átök og þetta getur alveg speglað yfir á samtíman, sjáðu. Og sem er svona ein af þessum rótum eða ein orsök svona fyrir þessari miklu óþreyju sem að núna og sem að maður sér og raunar ekki bara í þessu samfélagi heldur mörgum öðrum samfélagum. Herðu, þú nefndir áðan að verkalýðshreyfingin ætti að gæta betur að sögu sinni og mikilvægi sinnar í sögunni og það er að samfélag hefur verið byggt upp af baráttu verkalýðshreyfingarnar og flesta sem við getum bent á sem er gott í samfélaginu hafi orðið til af þeirri baráttu upp í því að svo að segja. En hvaða saga er það þá sem að kannski hefur þá unnið eða er meiri ábyrrandi? Er það sagan að Pálmi Hagkaup hafi gert meira fyrir verkalýðin heldur en verkalýðshreyfingin með því að lækka vöruverð? Að athafnaskáldin hafi byggt upp Ísland eins og Matti Jó vildi halda fram. Er það raunverulega bara saga hinna sem að hefur orðið meira ábyrrandi að framtakssemi auðvaldsins hafi byggt upp Ísland frekar heldur en samtakamáttur verkalýðshreyfingarinnar? Já, það er náttúrulega bara mjög áberandi saga hérna og skoða bara ævisögur sem eru gefnar út hérna og hvað fjalla það er aðalega. Það er fjalla um þessa kalla sem að byggðu upp Ísland. Það er ríka og valda mikla kalla. Já, og það er auðvitað til ein og ein sem að fjallar með eitthvað annað en ævisögur eru fyrst og fremst þennan mannskap. Og ef við lítum bara á fjölmiðla þá þurfum við ekki að velkjast hérna í vafa það hvaða fjölmiðlar hafa verið áhrifamestir hér á landi og hvaða fjölmiðlar hafa sagt áhrifamestu sögurnar. Þú veist, það er bara alveg ljóst. Þannig að Morgunblaðið hafi kerfisbundið meðvitað eða ómeðvitað verið að byggja upp svona nýjan sögurskilning. Já, Morgunblaðið var ekki að byggja upp nýjan sögurskilning, það var bara að byggja upp sögurskoðun þjóðarinnar og borgarlega. Já, það er annars vegar þjóðinni og hins vegar framtakið sem er grunnurinn þar og það er náttúrulega bara, það var lengst af hinn sann Íslendingur sem að var sem sagt sannur sem að var öflugur maður þjóðarinnar og framtaksamur. Það var hinn sann Íslendingur alveg mjög lengi. Þú ert alltaf því fram að það sem er gott í samfélaginu hafi frekar verið byggt af öðrum, hafi verið með félagslegu afli. Já, það er náttúrulega fyrst og fremst bara þannig og ef að þeir sem standa að því, ég segi ekki frá því, þá segir engin annar frá því. Það er bara þannig. Þannig að hreyfingunni ber bara skylda til að gera þetta og auðvitað er það, ég ætla ekki að draga úr hér því framtaki hreyfingarnar að láta vinna hér allskins verk sem hafa verið skrifað hreyfinguna. Til dæmis þitt. Til dæmis þessar bækur mínar sjáðu. En svo er náttúrulega bara þetta vinna úr þessu allt mögulegt á allan mögulegan máta. Sem að vantar upp á. Það er kannski ekki alveg endilega þannig að maður rétti nemendum í framhaldsskóla 600 síður gjör svo vel sko. Og það á bara að vera í einhverju öðru formi sjáðu. Það er það sem vantar það þarf að vinna þetta í aðgengilegu formi þannig að þetta sé skiljanlegt sjáðu. Og það er náttúrulega bara þannig að nú vill samtíminn líka bara hafa þetta þannig að þetta sé þetta er á bara að vera stödd og greina gott sko. Já.
Það er nú ekki alltaf hægt að það er erfitt að koma nýju til skila í mjög stuttu formi. Það er eins og mjög auðvelt að viðhalda því sem að fyrir í stuttum snjallirðum. Ef þú ætlar að fara að segja fólki að saga sig öðruvísi en þú heldur, þá er erfitt að gera það í bara 3 setningum. Já, við, þjóðarmítan er náttúrulega bara svo lífsega. Það er alveg sama hvað menn hafa reyndað að snúa hana niður og það er bara ekki hægt. Þannig að við trúum því enn að við séum öll komin, eigum bara, við rekjum öll ættir okkar eitthvað til höfðingja. Og það er engir höfðingjar, sko. Engir þrælar. Nei. Þó að við vitum það að við séum komin að þrælum. Já, það er bara þannig. Já. Þannig að það er viðfangsefni að vinna í þessu og það er svona eitt af því sem að mér finnst að verkalýðshreyfingin þurfi að gera það. Það er náttúrulega bara almennt að styrkja verkalýðshreyfinguna. Já. Við skulum hvetja á til þess að búa til að mars verði alþjóðu sögu mánuður. Það verði rótaldri að rifja það upp. Já. Það hefur verið gert í öðru löndum slíkar aðgerðir til þess að íta undir týndarsögur. Jú, eða bara mæ. Eða mæ. Herðu, en að því að þú ætti að segja það sem er líkt með átökunum núna og hefur verið áður að þá er þá verður maður að fara fram aftur fyrir þjóðarsáttasamningana sem voru í kringu 1990 og jafnvel 1 áratug aftur því að kannski frá 1980 eru átökin mest hjá opinberum starfsmönnum. Það er eiginlega svona síðustu stóru átökin eru svona í kringum 1980 og fyrir þann tíma. En svo sagður nú ætlum ég að byrja að tóka það aðeins lengra. Já. Svo sagður að það er jafnfélag að fara lengra og þá ertu í hvert að vísa þá að rótin á átökunum sem eru núna innan verkalýðshreyfingarnar minni á átök milli eins og væri hægt að segja með gömlu tungutaki á milli komma og krata. Já, við getum alveg tekið samanburðin frá 4. áratögnum, það er einhverju leyti samlíkingar þar sem við getum notað. Já. Finnst þér það? Að þessi átök á milli Sólveigar og Vilhjálms Birgissonar minnir það þig á? Já, við getum líka bara alveg farið á 7. áratuginn þannig að þá er þessi umræði alveg gjörsamlega eitruð. Já. En það er í rauninni það er í rauninni einhverju leiti annað sjóðu eða svona annað birtingarform. Þetta er náttúrulega ef við skoðum 4. áratuginn þá er fyrst í rauninni ekkert samtal meðan að stalinismin er ráðandi í kommunistaflokknum, síðan kemur samfylkingartíminn og þá er svona tekið upp visst samtal sem að reyndar tekst þannig séð að það tekst að ná einingu í hreyfingunni í stuttan tíma á 5. áratugnum. Sem að svo það er ómöld að vera að fara út í það hér en síðan splittast það upp og er allt meir og minna bara í tómu tjóni alveg fram miðjan 7. áratuginn. En á tímabilinu sem þú ert að lýsa núna, sérstaklega kannski á 4. áratugnum, að þá eru þetta raunlega svona stjórnmálarhreyfingar sem eru að glíma völd í verkalýðshreyfingunni. En er hægt að segja til dæmis ef við tökum átökin inn í Eflingu, þar sem Sólveig Anna er í Sósíalistaflokknum og við búið sér fram þar, en Sósíalistaflokkurinn er varla flokkaður sem eitthvað svona stjórnmálaafl en áverðan verið högt í mann. En svo hinum megin er Ólöf Helga og Agnieszka Eva sem eru í einhverju stjórnverkamálaráðs í samfylkingunni, en er það ekki svona aðeins svo mikil ofurtúlkun að fara að bera þetta saman? Já, ég veit það ekki, mér finnst nú orðaræðan, þetta er auðvitað ekki að öllu leiti sambærilegt, við erum ekki, við Sósíalistaflokkurinn er ekki kommunistaflokkur, er það? Hann er það ekki? Nei, ekki ennþá allavega. Hann er það ekki? Nei, og þannig að Meinar það að Sósíalistaflokkar leiðist til þess að vera kommunistaflokkur? En mér finnst svona einkenni orðræðunni vera svipað þó að séu náttúrulega ekki alveg sömu öflin og svona og polarisýringin er svipuð og einhvern veginn andrúmsloftið er svipað.
þessi krafa það hver raunverulega að berjast með réttum hætti fyrir alþjóðina. Jú, það er það náttúrulega, en svo er það náttúrulega líka bara baráttum völd. Og hún þegar að hún mjög beitt, þá er orðræðan bara, þá getur hún verið eitruð. Nei, auðvitað er þetta ekki, það er fjarrið því að það sé allt sambærilegt þarna, en þú veist, ef maður sér enga síður að það er svona hluti að þegar maður svona bara fylgist með, ég reyndar sko, ég hef ýmsaður sinna ætlurinn að fylgjast bara með þessu. En þegar maður fylgist með þessu svona utanfrá, þá hugsa maður að já, þetta býsna svipað. Nú svo má alveg nefna það líka, ég var hluti af hér á 8. áratugnum, þá var ég hluti af þessari hreyfingu ungkommunista. Vilta vinstrinu. Og þú veist, það er líka ýmsar tengingar þangað. Það sem er róttækari sósíalismi, sem er vinstra megin við stofnana væta baráttuna. Það sé út af því. Efast það sem þykir vera gott og giltinni. Sko, þetta er náttúrulega bara, þetta er að mörguleiti svipuð stef að virkja hreyfinguna, að þetta sé, að verkalýðshreyfingin sé ónýt, sjáðu, bara svo ég vísi nú það við gagnreyndum hreyfingun á sínum tíma fyrir það að þegar ég stóð í þessu og var hluti af fagfélagi að þetta væri allt hægt að virka, sko. Og það sér maður kannski einhver leiti líka nú að sjá það. En hætti það að virka? Hafðu þið rétt fyrir ykkur? Já, við, sko... Það er margir sem segja það. Já, við hluti af þessari gagnrýni, sko, þetta er náttúrulega bara, og það er nú eitt af því sem maður sér í gegnum þessu sögu, það er þetta eilíðar vandamál að fá fólk til að taka þátt í hreyfingunni, sem að jú að berjast fyrir hagsmunum þeirra, og það er nákvæmlega það sem maður sér bara í gegnum allt þetta ferli, það er kvart og kvein yfir því, það er gjörsamlega ómögulegt að fá nokkuð mann til að gera nokkuð hlut, sko. En það er auðvitað eitthvað sem að er bara viðvarandi verkefni. Já, fórustunnar að virkja almenna félag. Viðvarandi verkefni fórustunnar að vinna í þessu, og það er auðvitað meira en að segja það. Þegar að félug eru orðin svona risastór 20, 30, 40.000 manns, hvernig á maður fara að þessu? En svo veistu það líka það er ekkert einfalt. Að valdsækin fórusta, hún vill oft sko býta af sér virkni almenna félaga, því að Já, það var alveg frægt hérna á sínum tíma þegar maður voru að reyna að bjóða fram í dagsbrún. Það var öllum bröðum beitt til að snúa þetta liði niður og auðvitað á þetta ekki að vera svona. Sjómannafélag Íslands rak nú frambjóðanda brúfélaginu. Þetta er nú stutt síðan það var. Já, þeir kunnu alveg að gera þetta, sko. En það sem ég ávið að valdsækin fórusta býtur af sér virkni í almenna félaga, og maður sér það að það er ekki almenni félagsfundir í félagunum, það er bara aðalfundur og það er eini almenni félagsfundur sem er. Og svo eru fundirnir, hinn almenni félagi gefst upp á að mæta fundi ef eina sem hann beðin er að klappa fyrir ræðu formansins og svo sendur heim. Já, þetta er bara kannski ekkit endilega vettvangurinn. Félagsfundir, hvernig á það að geta verið þegar ekki, það er þetta reyna að halda svona félagsfundi í Laugardalshöllinni eða Hörpu eða ég veit það ekki, eða Háskólabíó, en sko, ég held að þetta sé spurning einhverja aðra leiðir. Og bara svo ég fari út í að svona hugsa það upphátt, hvernig hægt er að gera þetta, það er meðal annars með því að veita fólki sem aldrei hefur haft rödd að gefa því rödd. Og það fannst mér vera vel gert hjá Eflingu hér svona í upphafi þegar Efling var að vinna með þetta sjáðu að þarna loksins fólk sem aldrei hafði aftur rödd, það fyrir loksins rödd. Og það er, þú veist, það hafa rödd, því fylgir líka vald.
og það fólk sem ekki var í Eflingu hafði líka gagnað þessu því að þetta fólk hafði bara einfallega verið falið sko. Ég get ekki líka dæmi að bara eins og leigjendum að ég leik mér að því að þegar að Ríkisútvarpið talaði loksins við Guðmund Hrafn sem formaður leigjendasamtakana þá fletti ég í gagnagrunni RÚV hvað verið langt síðan að RÚV hefði talað við leigjenda sem leigjenda sko. Og þá hafi verið 4,5 ár liðið og þá var talað leigjendur að því að þau kveiknaði í húsinu. Það hefði ekki verið talað hagsmuni leigjenda árun saman sko. Já, sko það, ég held að þetta svona eitt af því náttúrulega bara sem að hreyfingin þarf að vinna í, hvernig á að gera þetta, en svo þetta náttúrulega líka sko, þetta líka sko, þetta náttúrulega bara þannig séð algjört fenómen hvernig þáttöku í hreyfingunni hér háttað en við verðum eiginlega að hafa þáttöku innan gæsalappa og hér þetta þannig að það eru kannski upp undir 80% sem að eru í hreyfingunni í Skandinavíu hefur þetta, ég ekki alveg með svona nýjustu tölur, þetta kannski komin í 50 en þetta allstaðar sama sagan, það fækkar í verkalýðshreyfingunni og verkalýðshreyfingin ekki að takla þetta hún einhvern veginn nær ekki að halda þessum tengslum og nær ekki að vera lifandi félag. Þú getur ímyndaði hvernig þetta í Frakklandi þó að þeir séu duglegir að mótmæla þá eru kannski 6-7% í verkalýðsfélagum þannig að þessi hreyfing sumstaðar bara að verða búin að vera jafnvel í þessum löndum þar sem að eru svona kjarnalönd hreyfingarinnar og þetta auðvitað ekki góð þróun en hvaða skýring á þessum 80% hér hún náttúrulega bara svo að það konsensus það á milli atvinnurekenda og verkalýðshreyfingarinnar að þegar fólk kemur í vinnu þá það bara skráð í hreyfinguna og það náttúrulega það ekki þar með sagt að allt þetta fólk sem að kemur hér vinnu kannski í stuttan tíma að það fari að mæta strax á fundi. Nei, það í Frakklandi eru fáir í hreyfingunni en þeir fáu sem eru hlutfallslega mjög virkir. Þeir geta ná 2 milljónum í kröfugöngu það kann að vera það kann að vera en hér það ekki þannig hér eru margir en þeir eru óvirkir hér náttúrulega bara fullt af fólki skráð í hreyfinguna og þetta náttúrulega þetta auðvitað alveg gríðarlega mikilvægt vegna þess að það þýðir það að fólk hefur aðgang að alls konar upplýsingum og réttindum þannig að maður skildi ekki vanmeta það en sem sagt en þegar maður að hugsa svona félagslega þáttinn að þá þessa 30.000 félaga sem að eru í Vaffer eða Eflingu eða eitthvað þá náttúrulega það ekki þannig að fólk þyrpist til að vinna fyrir hreyfingu. Efling setti frá sér tilkynningu núna í dag þar sem voru að fara yfir svona stöðuna og voru að benda á það að þeir hópar sem að fóru í verkvall, þeir fengu eitthvað sérstakt herbyggisþernundar fóru upp með launaflokk og bílstjórarnir fengu meiri bónus þannig að allir sem að fóru í verkvall fengu eitthvað fyrir sinn snúð en hún bendi líka á það Efling að verkvallið hefði sko hjálpað fyrir félaginu í því að fá fleiri fólk til virkra þáttöku bæði í verkvarslöslunni og þessu stóra samninganemnd sem að hefur nú sér bestu myndir af þannig að Efling var að tala það að verkvallið hefði gildi sjálfum sér til þess að auka þessa virkni sem að þú ert að sko mér sýnist nú á svona bara þessari umræðu sem hefur verið þetta að hluti af þessari baráttu sem hefur verið undanfarið nákvæmlega þetta þannig að það ekki bara, þetta stóð ekki bara krónur öra þessar krónur sem að maður veit eiginlega ekkert hvað voru margar sko, sem að bara þarna milli en mér sýndist nú raunar svona þegar í upphafi
að pælingin væri líka þessi, að það er sem sagt að koma öðrum starfsaðferðum á blað og líka þá þetta sem sagt að það er bara eitt félag þarna sem að fer fram sem að leiðir þá til þess að það verður síðast í röðinni og verður í þessari erfiðu stöðu þar af leiðandi. Vil skilja það eftir? Já, það er náttúrulega bara rætt byrjað á starfsgreinasambandinu. Heldur það hafi verið taktík SA að skilja Eflingu eftir af því að Efling væri rótugust? Ég veit það ekki, en eða hvort að svo það getur vel verið, en já, það er kannski ekkert óeðlegt við það að byrja á því að ræða við heildarsamtökin. Já. En ég en kannski hefur ekki lent í þessum hörðu átökum ef þeir hefðu tryggt að Efling væri þarna með? Nei, það getur vel verið. En eitt af því þú sagðir ég held líka sko að það sem er áhugavert í þessu finnst mér er að sko nú er þetta náttúrulega svo að það eru einstök félög sem er með samningsréttin, en yfirleitt hefur verið samvinna hinmálin, þar að segja alltið félagslega en það einhvern veginn núna sýnist mér að svona það hefur bara ekkert náðst að vilna almennlega í því, og það er kannski gjaldið sem menn greiða fyrir það þegar hreyfingin er ekki, þegar ástandið er svona í hreyfingunni að þá er ekki tekið upp þetta sem að er svo lífsnauðsynlegt eins og húsnæðismálin, skattamálin. Þú voru ekki tekið upp. Skattaleiðréttingin var bara til að leiðrétta verðbólguna pínulítið og það er farið núna. Því verðbólguna er búin Já. Og húsnæðisbæturnar hækkunin fer í næsta mánuði. Já, það er náttúrulega pakki ríkisstjórnar var alveg fráleitt lítill í þessu samningum. Já, ég held að það sé meðal annars vegna þess að menn átt að segja á því að þetta er bara veik hreyfing. Já. Að þú nefndir áðan að það væri samkomulag fyrirtækjaeigenda og verkefnishreyfingarinnar að séu betra að hafa alla í félaginu. Það má merkja það ef við lítum á Sjálfstæðisflokki sem stjórnmála arm Samtaka atvinnulífsins að þá hafa þingmennindi þar verið að leggja fram frumvörp sem að veikja hreyfinguna, bæði starfsrétt opinberra starfsmanna og að svona grafa undan þessari svona, hvað ég að segja, skyldu aðild innan gæsalappa. Jú, það var nú svona gerð allavega að þessu fyrir svona aldarfjórðungi eða svo að reyna að brjóta þetta upp Er þetta merkjum veika hreyfingu að þeir lítið svo á að nú sé lag? Já, það er náttúrulega bara það er bara gerist það er bara þannig að nú er bara lag hreyfingin er ekki hreyfingin er ósamstæð og Annað sem hefur verið rætt og var eftir miðlunartillögu Aðalsteins að þá var deilt hvort hún hefði verið lögmætt, rétt framsett, hvort það hefði verið haft samráð við deiluaðila og svo líka sögulega af því að yfirleitt hafa þessar tillögur verið lagðar fram í einhvers konar sátt eins og sjást síðan hvernig Ástráður reynir að fá þau eiginlega til þess að samþykja það fyrirfram að það verði kosið þetta og þau andmæli ekki miðlunartillögunni þessar svona 4 vikur þá hefur verið rætt það að það sé ekki hægt að skilja sátta sem eftir með þessa stöðu, hann verði að hafa eitthvað vald, hann hefði getað stoppa verkvöld, hann hefði getið þröngvað inn miðlunartillögum. Hvernig metur þetta? Er þetta eðlilegar kröfur eða er þarna samtök atvinnurekenda að nýta sér þá veika stöðu hreyfingarinnar til þess að auka vald ríkissaksóknara sem er þá líkar því sem er gert í Skandinavíu? Já, þetta er náttúrulega svona einhvern veginn, það getur náttúrulega alltaf komið svo stað að það er bara engin leið að ná samningum og engin bara, það er bara veggur. Já, eins og núna. En bara það kom samt. Og þá er
þá er kannski snúið að þessi möguleiki sé ekki fyrir hendi en það var nú verið rætt með miðlunartillögum að það sé í raun ekki hægt að fella hana. Nei, ekki í þessu stóru félögum sem þú ert að vita. Það er mjög snúið og þá þarf maður að hafa í huga að þessi lög eru sett í rauninni áður en að þessar miklu sameiningar verða. Já. Það verið ekki fyrir en Efling verður ekki til fyrir einhvern 2-3 árum eftir að þetta kom upp og svona þessi félög sem runnu inn í Eflingu, þau hefðu nú kannski átt að hafa tök á því að fella svona tillögu ef að það hefði verið svona öflug vinna þar á bakvið, maður sér bara að kennarasambandið sem að er nú nokkuð stórt sko, þar hafa miðlunum tillögu verið feldar. Já. Það er líka svona samstæðri hópur. Við getum líka séð það bara í almennu kosningarétti. Já, það er náttúrulega miklu samstæðri hópur. Það er náttúrulega eitt af einkennum Eflingar er náttúrulega að þetta er svona þetta er hópur náttúrulega bara sem er síbreytilegur. Það er það og þetta er ekki eins og Efling eins og Dagsbrún var sem að hét náttúrulega bara verkamannafélagi Dagsbrún sem var félag verkamanna og meðan að Dagsbrún var á hét þá voru náttúrulega bara engir útlendingar á Íslandi það var bara svoleiðis þannig að þetta samfélag sem það var fyrir 25 árum síðan, það er bara svo gjör ólíkt því sem er núna og það er einhvern veginn svona. Þannig að viðmiðun í lögunum, ef að, þú ert að segja það, að ríkissáttasemjari fær þetta vald, þá er viðmiðun í lögunum of erfið fyrir þessi stóru, margbreytilegu félög. Ég held að þyrfti að mér skort að skoða þetta bara vandlega, hvernig á að gera þetta vegna þess að það er auðvitað svona bara rekar óheppilegt ef að það er þannig að það er sem sagt öflug andstaða sem að sýnir sig en á engan séns, sjáðu. Þannig að ég held að það sé ástæð til að velta þessu fyrir sér bara með hliðsvona breyttum aðstæðum. En nú náði Ástráður að berja þetta saman. Þarf þá nokkuð að fá eins og Ögmundur Jónasson kallaði þetta ríkissáttasemjara með lögregluvald. Hann vildi ekki fá það. Já, það kannski bara segir eitthvað til hæfileika hans. Ástráðs? Já, hann verðist vera mjög hæfileikaríkur. Já. Herðu, þú ert búin að vísa til átaka inn í hreyfingunni sem er af ýmsum ástæðinsbrottin og nú er hún svona, það verið þungorlátir falla í allar áttir. Síðast aðeins í þing leystist til upp og þú skrifaði sögu aðeins í, eru dæmi um það? Að aðeins í þing leysist upp og það sé ekki hægt að ljúka því, það sé ekki hægt að kjósa forystu. Já, þetta er marg oft tæft. Já, tæft? Já, þess að búði alveg gjörsamlega snarvittlust allt. En náðu sér saman aftur? Já, þetta klofnar ekki formlega nema einu sinni. 1939 þá er stofnað landssamband til höfuðs ASÍ sem endist nú stutt af því að kratar og komar, kratar og sósíalistar þeir ná saman á stríðsárunum í kringum gerðardómslögin 42 og það verður svona friður sem endist í 2 ár. Já, býtum við nú tapaði ég þræðinum. Ég var að spyrja hvort að því að nú er aðeins í þingileisistu og þú segir að það hefur oft verið tæft. Já, þú veist, þetta var náttúrulega bara alveg hvað þetta er annað á 7. áratugnum og kratar og íhald þeir ná hreyfingunni 48 með mjög litlum mun og þetta er og þetta er alveg á mörkunum að það hangi saman og þetta gerist alveg hvað þetta er annað einhvern veginn en þetta er náttúrulega bara
þetta svona til að skilja þetta sko, þá þarf maður átt að segja á því bara hver tengsl hreyfingarinnar og flokkana á þessum tíma og þau eru auðvitað bara mjög sterk og alls konar þáttakandur sem að fara inn í þetta bandaríska sendiráðið hluti af deilunni eftir 1950 eða þið vitið að hægri menn í hreyfingunni þeir fá stuðning frá leiðbeiningar frá Bandaríkjunum og raunar eitthvað stuðning líka Sovétmegin frá sko. En hægri menn í hreyfingunni þeir fá svona leiðbeiningar frá starfsmönnum sendiráðsins hvernig að draga úr valdi sósíalistin í hreyfingunni. Jú, Valur Ingimundarson fjallaði nú þetta á sín tíma og það var mjög áhugavert. Það var bara ekkert talað þetta. Nei. Bara ekki neitt. Og þetta þýðir umverulega að leyniþjónusta Bandaríkjanna hafi verið til halds og ráðs hvernig mætti draga úr. Þetta náttúrulega bara svona alla Evrópu. Það bara þannig. En þetta svona, þetta segir náttúrulega bara dálítið mikið svona þessa umræðu hvernig hún hérna stundum, hvað hún einhvern veginn, hvað hún snubbót og nær skamt og hvað það lítill vilji til að ræða það sem skiptir máli. Nei, kannski tökum við Sirpu við erum með samtal á sunnudegi þar sem við tökum fyrir svona ákveðið mál, kannski komið tími til þess að taka bara kalda stríðið eða eitthvað slíkt til þess að segja þá svo. Já, það náttúrulega bara það náttúrulega bara alltof lítill sko, það alltof lítill vettvangur fyrir svona umræðu. Herðu, en ég ætla að því út að tala um það sem verið að deila alþýðusambandið og þá býst ég við að þessu tímar það sem að alþýðusambandið kannski hlutastlega veikt og það sem kannski meira afl inn í félagunum og svo sveiflast þetta eitthvað fram og tilbaka. Ég hægt að sjá það að annað formið sé endilega betra en hitt. Það alltaf betra að alþýðusambandið sé sterkt eða getur það verið góður kafli fyrir verkaliðin þar sem alþýðusambandið veikara en félögin bara sækja fram hvert fyrir sig? Já, sko, ég held þetta þurfa ekki að vera neinar andstæður. En ég ekki að meina það, við getum ekki sterkt alþýðusamband og sterk félög, það valkostur, ég bara segja að þegar að þetta svona... Já, sko, það var nú verið að ræða það núna í haust, einmitt í tengslum við þingið kannski bara engin þörf fyrir þetta miðlæga dæmi sko og ég veit það þarf ekki að heita alþýðusamband en ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé svona einhver aðili sem að samræmir og viðræðu aðili við stjórnvöld það alveg meginatriði og ef maður svona fer yfir þennan feril að þá sko það gerist mjög lítið félagslega fyrir en hvað varðar félagslega réttindi, auðvitað næst ýmislegt í gegn en það stóru skrefin tekin eftir að hreyfingin farin að vinna meira saman. Það sko, nú verða að fagna sko til dæmis nú verða að fagna já, býtu nú við, sko, það var verið að ræða verkamannabústaðina sem að byggðir 1930 og það hefur nú verið rætt það kerfi sem alveg rosalega stórt skref og vissulega var það jákvætt skref en þetta bara svo lítið skref og það sem áhugavert í þessu líka, það í rauninni þeir sem að flytja þarna inn, það fólk sem að hefur það tiltölulega gott, þeir sem að verst hafa, þeir fara alls ekki þarna inn vegna þess að þeir hafa ekki efna á því. Ekki efna á útborguninni. Nei, og svo það náttúrulega þetta líka að þetta húsnæði, þetta er ekki í samfélagseign, þetta í einkaeign. En svona innan gæsalappa því að þú verður að selja aftur það voru þetta kvaðir og þetta kerfi það verður
vegna þess hversu verkalýðshreyfingin veik, þá verður þetta bara aldrei fugl eða fiskur. Jafnvel, og það nú hérna ekki svo langt frá okkur, það eru reyndar fleiri verkamannabústaðir þar sjáðu, en þetta svo lítið og þetta nær svo stutt og það ekki fyrir en á 7. og 8. áratögnum sem það gert eitthvað alvöru átak og það á þessum grunni að það sameinuð hreyfing sem að stendur þar að baki og þetta auðvitað bara þetta átak auðvitað bara skiptir sköpum og við auðvitað getum tekið fleiri dæmi. Það er þessi hætta að þessi sameiginlegu mál, þessi félagslegu mál sem að í rauninni skipta bara öllu máli, að það sé öryggisnet undir fólki að það sé öflugt og til þess þarf öfluga hreyfingu sem hægt að tala við. Ég get verið leiðilegur núna og sagt að þegar verkalýðsbústaðir voru eyðilagðir að þá kannski ASÍ sterkast sem svona miðstýringarafl. Það á 10. áratugum. Það er bara blómatími Ásmundar Stefánssonar. Nei, hann náttúrulega hættur. Hann hættur. Já. En það náttúrulega bara nákvæmlega dæmi það alveg rétt hjá þér að hreyfingin það ekki miklar deilur innan hreyfingarinnar á þeim tíma og það engin leiðindi að draga þetta fram sjáðu, en það að þetta skuli hafa gerst þetta merki veika hreyfingu. Bara eitt skýrasta merkið það að hreyfingina á þessum tíma að hún hefur hér svona mist sjónar af einhvern veginn af þessum mikilvægustu málum sem að hún á að sinna. Já, kannski það þannig að hreyfingi þarf bara að endurnýja sig reglulega. Það er sagt franska matagerðarlist að það kemur á 30 ára fresti ný bylgja sem heitir alltaf Cuisine Nouvelle sem er ný í eldhúsið og það enginn á nýja eldhúsinu þannig að það segir alltaf að maturinn sem var í sveitinni og hjá ömmu, það er það sem við höfum að taka leiðarljósið af, þannig hann er alltaf vísinn út í söguna. Já, ég held að þetta sé alltækt sko. Já, að 30 ára fresti gerist eitthvað. Já. Við fáum að lifa á spennandi tíma núna, það er víst. Segja kynverjarnir að sé ekki gott að lifa áhugaverða tíma en við erum að lifa áhugaverða tíma í verkalýðssögu. Já, mikið umbrot. Já, það fer að verða tíma og eitt bindi viðbútt. Já, Sumarliði, kæra þakki fyrir að stoppa við rauðaborðið á þessum degi þar sem var sett komma aftan við kjaradeilu Samtaka atvinnulífsins við Eflingu. Við segjum þetta vera lokin í kvöld. Við hvetjum ykkur sem hafið hlustað að hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðunar. Það er gert með því að dreifa efnin okkar. Líka læka síðurnar á Facebook og YouTube. Þið sem viljið styðja uppbyggingu samstöðunar geta gengið í Alþýðufélagið sem eigandi samstöðunar. Þar eru félagsgjöld 2.000 krónur á mánuði sem svona eins konar áskrift að samstöðinni. En ég þakka gestum mínum kærlega fyrir og hlustendum kærlega fyrir í kvöld og segi góða nótt.